Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudugum fylgir að sýnir Egilssyri hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Krister Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Það er Evrópusamtið, ekki að byrja þetta svolítið þar. Hvað segir þið? Er þetta ekki frumlegt upp? Mér finnst þetta óbúslega djarft. Já. Skella sér bara inn í djúpulaugina og setja þetta mál á dagskrá. Maður finnur hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í lauginni, sko. Ja, þetta er spurning kannski svona, álagi á bara samfélagið. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðis en hvað segið þið hérna? Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál ekki í mínum umhverfi og fólk er bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvinn hérna í Reykjavík. Ekki jafn snöggt. Þetta kemur og fer og síðan bara tökumst við á við það veruleika sem að eftir stendur þegar að fólki er búið að gera upp húsin. En það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann Sjálfstæðisflokksins og svona nýjung í lýðræðisskilningi að helst ekki ættum við að beita lýðræðislegum aðferðum við það að greiða úr ágreiningsefnum. Þannig að við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála, er það ekki? Ég kann ekki skilja öðru. Það væri léttara? Já, þetta var að þjóðin var í klofin í herða niður er nú eiginlega bara svona dálítið, þótti einkennilega. Ég hef allir ekki séð það, ég hef ekki séð Vígvöllin hérna úti og allir frekar pollrólegir í mínu umhverju að mestum kosti. En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræðu dálítið mikið verið að þetta færist svolítið yfir í þetta. Þetta liggur við svona 50-50 meira eða minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað. Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað. Það verður svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar. En ég meina, kosning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu. Ég spila stundum golf og það er þetta aldrei nefnt. Aldrei, fólk bara nefnir þetta ekki. Það er ekki vettfangur til þess og sem, Vitandi að það geti leist upp, hvað kallir þetta, holl? Já, og heiðilegt. Nei, en það er bara svona fólk verið kannski aðeins að gá að því áður en að byrja, hvað það er statt og svona. Hvernig er á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn? Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast, það eru svo margir sem eru bara spyrjandi og vilja bara svör og það eru þetta mjög margar spurningar þess eðlis að þetta er ekki eins og starffræðiformúla, þú getur ekkert gefið bara já þetta verður svona. Þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að Hag Íslands er best borgið. En mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þau vilji inn í Evrópusambandið eða tala allavega ekki það upphátt, að þá finnist þeim eðlilegt að svona allavega fara í samningaviðræðurnar og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufullir að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnur að hún er reynda aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer. En að því ég held að sé bara margir þetta er svo ótrúlega víðfemt. Þetta er svo margir málaflokkar undir að og bara, við byrjum bara á innan BSRB að vera með fræðslu hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið er nánast engin. Því við erum þegar búin að innleiða allt saman og það er undir EES-samningnum. En hefur þú gefið upp þínu afstöðu? Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og mér finnst leitt þegar það er í fjölmiðlum svona því haldið fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina, það er nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það hlýtur að vera bara sirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSRB. En nú er þau gagnrýnin svolítið, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir að hafa tekið svona afgerandi afstöðu. Já. Ég held að, alveg eins og ég var líka að hugsa bara að þú tala með svo sundrungu, alþingiskostningarnar, sveitarstjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur
og það er svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo þegar maður fer einhver staðar, hvort sem það sundið eða vinnustaðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning. Þannig að ég heldur bara að þögli meirihlutin sem meira bara svona... Það er því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook, horfandi í augu ykkur. Já, en þú myndir samt að það er ekkert endilega verið að leita eftir afstöðu fólks, það er svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko. Þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður, af því þú getur ekki svara með helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugin myndi felast sko. En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það er bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir Gunnar Smári, ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta er komið til að vera í voðalega hræddum. Já, við verðum að, kannski er þetta svo eins og Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annarra skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að vinna gegn samvisku sinni og það er svona ásakanir sem er í gangi kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin. Þetta er svolítið áberandi í umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta, ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort þetta sé samfélagsmiðlarnir, mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona. Að þá hafi verið í kaldastríðinu, hafi verið að tala að hinn hópurinn væri landráðafólk. Alveg eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því. Þannig að sömuleyti þá hefur kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp þennan tón í umræðinni. Kannski vegna eðli samfélagsmiðlana, en líka kannski vegna þess að það var tímabil þar sem var látið eins og allir væru sammála allt, svona kannski frá falli Sovétríkjanna fram að hruni. Það var svona tími þar sem voru ekki átakatímar í pólitík. Því miður, því það hefði mátt vera átök þó. En það er rétt að þessi Degubarki var alltaf verið þarna, en hann er náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hefur svona víðara birtingaform. Þannig að allt annað heldur það sem meðleitt fjúka í tveggjamatali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum. En þarna er þetta breiðara hópur sem að tjá sig, gera það oft á tíðum mjög óvægið. En ég held að það sé minnhluti einhver síður. Ég held að það sé jaðar element. Og ég hef engar sérstakar áhyggjur af því. Ég held að þetta muni fjara út. Mér finnst eins og mér að segja að på síðkastið sé einhvern veginn að það dala þessi harðtónn og svona, hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfelldur tónn sem hefur farið langt út fyrir mörg. Kannski eru bara með svona kurteisi í kringum mig, ég veit það ekki. En mér finnst bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér finnst eiginlega, ég átti mjög skemmtilegum skoðanaskiptum við mann á bara Facebook-vegg, fram og tilbaka, sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvelli þess aðallega að ef við gengum erfiðu sambandi að þá gætum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum. Og síðan ég fannst það svo fornlegt að ég fór að skoða þetta með honum og fór að fletta upp fuglatilskipun Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjöf og þetta var bara heillandi vettvangur. Ég meina það er nákvæmlega sem ég saknaði þess að sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum. Ég var að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sérblað, nauðstygt sem ég verið að móða úr með svona efnisatriðum, en auðvitað á þetta vera bara afslöpu umræða, ósammála fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei, ESB með banna að síga í björg til að ná okkur í egg, hélt hann fram, náttúrulega, eins og staðan er, bara semjum þetta. Að þeir hagsmunir væru umfram á þeirra. Já, þú veist, en fólk myndar sér bara, og frálst að gera það, myndir þau skoðan bara. Ég er út á umhverfissjónarmiðum að í Evrópusambandinu mátti ekki vera að veiða fugla sem er í útrýmingarhættu. Já, nei, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum
og það bara svona universal þarna inni, en síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið gagnvart ákveðnu fuglategund og þá það verið aðlað og eins og til að mynda, fylgdi sögunni og þessum ágættamann líka að við getum ekki farið í greni og grísja refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér innan Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningum. Það var nú úlfur í Danmörku í fréttum vikunar, það var skotin á færi. Það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttufæri. En svo vel til, þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn, það var svona nörd að blæra á þessu, hvað sem er skemmtilegt samt sem var, að við erum partur af alþjóðasamningi, Bernarsamningur svo kallega, á þessu sviði, sem leggur blátt bann við að skjóta og farga heimskautarefnum, okkar ref, nema við erum undanþágu. Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á gremi og halda refastofninni skefjum. Algjört smámál, en það fyrir ákveðið fólk skiptir þetta bara einhverju stóru máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál eins og fyrir Möltu sem eru með sérákvæði og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta þannig að verði að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta og fengu undan þá. Þannig að þeir megi að skjóta lóuna og borðana. Ég nefnilega, þori ekki að halda þessu mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og Möltu og undan þá. Þú eru sjúklega forvitinni frá því að sunnudeginum, googla þetta mál. Það verður að tjekka á þessu. Ég er vissum að margir sem horfa á okkur og hlusta er að skipta skoðun á afstöðu sinni til þetta verður ekki. Við fyrir svo djúpt í þetta og koma okkur nýju fletir hérna í hókur. Við erum alltaf bara að tala málana hérna. Kjarnamálsins. En svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samengi að svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram með aðildarviðræður eða ekki. Að vissu leyti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikil hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og þetta þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt. Með fullveldi líka, það er svolítið eins og við munum bara ekki vera með íslenska dómstóla eða alþingi eða... En það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samningaviðræður í ESB, þeir eru ættum að vera að sinna einhverju allt öðru, lítið stjórnkerfi og þetta er alveg sólít afstaða að vera á móti að það að setja þetta á dagskrá núna séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkisstjórnina þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir 2 árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það er sólít afstæða Svo er svona hvaða líf eftir í EES-samningnum það nú svona rætti frá Nóri að það sé nú ekki mikið Ef við tölum með umræðina, það er eitt sem að fer alveg óbúslegt á þetta mér sem ég er eiginlega rétt að ná utanum það er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett allar skuldbindingar, valdaafsalið, fullveldisafsalið, vil kalla það með EES-samningunum, bara inn í eitthvað svona blindan blett. Þetta sé ekki til staðar. Þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópurétt og annað. Það er eins og þetta hafi ekki verið að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk er að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli. Hún virðist vera svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því. Það er, ég veit ekki hvaða það kemur, það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndið sig á stöðu að við höfum ekki afsalið einu en einu með samningnum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þá að fá einhverja ákveðna aðild ákveðnatökuferlinu, það er ákveðin rök en þetta finnst mér með ólíkindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöðu við Evrópusambandið er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum Evrópsku efnahagsvæði þannig að allt þetta á menn bara að segja við ættum að slíta þessu öllu. Þetta raunverulega mjög við miðflokkinn og alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunverulega að tala gegn EES-samningum
Já, varaformaður gerði það nú svona óvart, það var nú svona beðin að skrúa þess neyri því, eins og munið eftir einhvern tíma. Þeir eru verið að móti samningnum en meta sér svo að það að fara að leggja það til í samfélaginu að við segjum upp, að það sé ekki vænlegt. Þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki, miðflokkurinn, hann bara móti þess. Þótt hann leggið ekki til að við að ganga út úr honum. Ég held að umræðan eftir að harðna, sko, ef að já sigrar með litlu mun, að þá segir þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið. Eðlilega. Ég er eðlilega, já. Og það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir atkvæðagreiðsluna. Já, harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri en það ekki til að harða. Þá sleðin farin á stað, sko. Já, en þá þurfum við náttúrulega að fara með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök þætti sem að þetta felur í sér. Ræða dúurnar og refinn og lundan. En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn til þess eru reifirnir skortnir að segja, þá kemst þetta í efnisatriðum upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum ber ánuna í dag, sko. Það var einhverjum daginn sem að bara, já, það verður bara þá allt gegnum sísta umræðinni bara marga mánuði og ár en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir. Ég meina BSRB tók virkan þátt í því og alls konar almannaheilla samtök og verkalýðshreyfingin öll og mikil tími sem fór í samningaviðræður. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma, þetta er ekki þess virði, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði og það er auðvitað stóra spurningin. Þú veist, þannig að þú getur ekki bara hendið niður á þauru. Auðvitað er þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri. Ég myndi svona gíska á það væri kannski bara 15% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkar öllum helstu vandamálum. Já, ég held að það sé ekki stærri. Mér finnst það líka hluta þessu svarthvíta liði. Er þetta allsherjar töfralausn eða myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga áratugi? Ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væru ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðirnir sinnar og höfnuðu ESB. Þannig að milli er svæði þar sem að fólk lítur á þetta, ég meina þetta getur við lifað og getur lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, hugsaðu þannig. Og ég, að því þú varst að tala hvort að umræðan myndi harðna fram að kjördegi, ég held hún eigi ekki eftir að gera það. Ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú er bara komið tími að þú þagnir, því að nú verðum við að beina orðræðunni að þeim sem eru kannski. Og þú vinnur engan yfir með djöfulgangnum. Þú ert bara að sannfæra þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp. Þannig að ef það er eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að umræðan yrði svona dempaðri. Það er engin í þeim bara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna er að byrtast 50 milljarðar á árinni í ESB sem það bara kjaftaði og annað í þeimtur. Þetta verður svona slagvorða glamur eitthvað á auglýsingarsviðinu fremur en umræðinni. Þannig hafa þingkostningar þróast á Íslandi. Þetta er að verða, þá kemur svona þegar að líða kostningu, þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir í auglýsingatíma. Já, ég var að tala, ég var eina 16 ára sem auðvitað ekki komið með kosningarétt en hún segi ég fæ bara nei. Hún bara heyrir ekkert frá jáhliðinni eða neinum öðrum sem er kannski eitthvað svona að velta fyrir sér einhverju. En það er líka áhugast svona hvað besti fólk, er ekki yngsta fólki og elsta sem er jákvæðast, er að mynda rétt. Þannig að þú veist, það verður líka áhugast hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir í mismundi heimi innan samfélagsmiðlana. Það er líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinbert með því sem Öse var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já né nei megin. Og maður heyrir náttúrulega alls kyns tölum fleygt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðugt að sjá það. Af því að svona tilfinningi sem maður fær er að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem er já eða nei og væri bara mjög, held ég, gott inn í umræðina. Þekkir skýring á því hvernig áður stendur? Mér finnst þetta stór merkjöld og finnst þetta ræðilega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalskylda á þessu budget sem fer í þessar reyfingar.
Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona hluta. Nei, Þú veist, það annað með stjórnmálaflokka, en þetta bara samtök sem eru bara mynduð utan eitthvað. Það mætti setja í lög að það kæmi verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði. Já, það engin vend að setja þau lög. Ég held þessu næstu því í Bandaríkjunum. Já, það kemur alltaf fram, það er rétt. Hver borgar. Það er eiginlega kurteis í almennum umræðum að ef þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgar hana. Sammála því. Það er eitt sem því að Pía, þú ert hérna, Alþjóðastofnun, eitt sem sagt að með því að ganga inn í Evrópusambandið þá missum við stjórn og utanríkisstefnu okkar. Já, ég er nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina það er bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnunar fyrir því. Ég meina utanríkisstefna Spánar er ekki svo sama og utanríkisstefna Danmerkur er. Þannig að það er náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það er eiginlega bara einfalt svarið. En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Ég held það sem að forseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðarmorðið í Gaza. Þetta er þá okkar í nafni sem það er gert. Já, og ég held að þarna... Því var það mótmælt náttúrulega sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar. Eins og Pía segir, þú veist, horfðu að þið alltaf tala ESB stíðu þjóðarmorð. Það er náttúrulega bara rámt, skilur. Það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB, eins og himinn að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra, annars vegar og síðan Þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að Gaza. Þannig að það er bara staðrind. Það eru staðarendir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi, ef við tökum þetta næsta skref, viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til þess að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það er líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðahverfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Mér finnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað það þannig, eða einhvers konar samtrygging og möguleika á að vera með í stærri klúbb gagnvart þeim ógnum sem að okkur steðja. Og ég er ekki að tala að við séum að fara að taka á móti einhverjum árásar herinn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem aðstæðja sem eru miklu, í rauninni skipta miklu meira máli og eru ræddar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu. Og ósýnilegar kannski. Algjörlega, bara öryggismálin hafa tengst inn í þetta, meðal annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sogast inn í Evrópusambandið og þurft að taka upp herskyldu. Það er náttúrulega líka rámt, sko. Það er líka einfalda svarið. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala um kollega í Norðurlöndunum í verku að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin bara út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, þið þá að velta þessu fyrir ykkur og við bara nei, það er enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verður alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópssamtök opinberra starfsmanna og bara launafólks almennt. Og þau segja, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta er það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá er Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis- og varnarmál eru þema. Og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttarfélög að fara að gera þegar það kemur til stríðis. Af því að Finnarnir auðvitað tala þannig, Svíarnir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það er ekki hvenær heldur þegar. Einu sem maður finnur er náttúrulega bara Norðmenn voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja fólk hvað er að gerast svona, en hinn löndin eru öll bara eru þið ekki örugglega að koma inn. Þannig að þetta er svona áhugavert að einhvers staðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnurekenda mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert. Hægri flokkurinn, hann vill fara í ESB.
En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál á svona pólitísku forsendum. Það var aldrei komið upp í kosningu sem ég veit ekki hvenær. Muni eitthvað eftir því að það hefði verið, var það rætt í síðustu kosningu? Marið land 74. Mögulega, já. Ég held að það sé einu kosningarna sem að, nýjustu kosningarna sem að snerust að einhverju leyti utanríkismál. Það voru við 10 og 12 ára ekki. En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líka í Bandaríkjunum. Það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga. Það bara ekki, virðist ekki koma upp. Það er ákveðið andvarleysið þarna, andvarleysið segja 10 kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum þetta, sinnuleysi, andvarleysi, sofandaháttur eða hvað. Mér finnst þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við Grænlandsmálið og Trump áhugan þar og það dæma allt saman. Mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur, þó þetta sé okkar næstin ákvæm. Þetta sé einhvern veginn ekki, þetta er bara þeirra, þetta er þarna mál sem bara grænlendingan kemur okkur ekki við. En íslenskur almenningur, sko. Íslenskur almenningur, svona, þetta með Grænlandsmálið. Ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið af þessu allan. Nei. En ég skil, fólk tekur afstöðu til þessu og hefur virkilega skoðun á því, en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka nótis af, ég verð ekki mikið varfið það. En það þetta ekki dýninu svona minninins, það ekki amma eða afi eða langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifja upp hérna, þú veist, Ísland nánast átt í lukkupottin í seinni heimsstyrjöld, eða skilji, þú veist, þetta hlýtur ómeðvitað áhrif á mjög marga. En það einmitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í vari, þetta því miður svolítið, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann. Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt að við erum að tala einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku, en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð. Við getum ekkert neitað því. Það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp þar. Svo umræða finnur bara enga farveg á Íslandi. Nei, það virðist ekki vera. Hvernig verðurinn ætlar að tala um þetta? Því að þeir sem til dæmis eru í ríkisstjórn, þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmálum. Og hvað ætlar þá að segja að það er til Grænland? Þetta er eiginlega eins og það aftur að grafa farveginn sem þessu umræða getur farið í. Sko það sem að menn á að komast upp með það að íta þessu mál út af borðinu með því að segja utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hornsteinar í íslenskri öryggis- og varnarmálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin, punktur búið, basta, þurfum ekki að ræða þetta frekar. Og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústað, varaforsta Bandaríkjanna vans og öryggisráðstöðunni í München held ég mars í fyrra, það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við. Það sem hann fyrir í pontu og segir, já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur á því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar. Þið getur ekki stóla á það. Samt segja íslenski stjórnmálamenn, NATO hefur aldrei staðið sterkar. Já, fyrir ekki þetta var bara verið að rústa NATO-samningum, hann bara dóð þarna, fuðraði upp fyrir fram alla. Það var engin sem var, svo var þetta vissulega endurtekið af Trump með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan. Þannig að sko, þetta er búið. Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að það er bara kolrant að NATO er eiginlega búið. Nema NATO sé að verða evrópskara sem er náttúrulega partur af því. En sem er náttúrulega ekki NATO. Nei, ok. Sem er bara svo er þetta skamstofa það, sko. En ég held líka, auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það er einhver logið það veit ég. Að, þú veist, það er alveg rosalega mikið samtali í gangi og það er alveg óbúslega mikil samvinna í gangi og það er uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn, það er alveg á hreinu. Þannig að ég skil alveg en það fer ekkert alveg saman hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta er komið á efri pólitískan level þá er þetta náttúrulega, hvað getur þú sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki áfram. En byrju að því að Sonja, þú ert að tala um að þú hittir norræna kollega þína. Þá er náttúrulega mat á öryggishagsmunum Finna og Íslendinga eru bara ekki sambærileg. Sko. Nei. Því að, og sama á við Noreg og Svíþjóð, líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar.
að það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat Finna og reka það frá Íslandi. Því að við... Það er enginn að halda því. Það er enginn sem að halda því fram að sko Rússar séu að fara að koma og taka Ísland. Ja. Og það vita allir að við erum á skilgrind og áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef einhver reynir að komast hér til áhrifa. Þannig að við getum raunverulega verið að tala um það hvort að sjálfstæði okkar sé ekki raunverulega takmarkað því leyti. Þannig að umræðan öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltana, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það, bara aðalógnin er við Rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það er bara ekki þannig á Íslandi. Nei. Og svo er líka það er náttúrulega mjög hætt við þetta sé bara hálfgerður hræðslu áróður, en það er samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki, ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist til þess að gera þetta. Þannig að ég meina ástæðan fyrir eins og margoft búið að segja, af hverju var Evrópusambandið stofnað? Það var þetta bara í kjölfari heimsstyrjalda til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlaðandi og hljómar og byggist það fyrst og fremst á viðskiptasamböndum. Og þá er líka alltaf já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð, en þetta er bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við getum verið að tapa á því, að við höfum eftir að sjá hvað felst í samningsdrögunum, en við getum líka verið að græða á því. En mér finnst það ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryggingu með, þegar varðar öryggismálin. Ég held reyndar að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kosningum. Svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetja Ísland? Ég held að sé þannig. Þannig eins og í þingkosningum tekur fólk oftast bara afstöðu út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag. Og það er ekki, til dæmis að við komum fram í kosningarannsókn, það er eiginlega aldrei neinn hreyfing á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendur svona að það er 50-50 og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi, ég held að sé ekki fólk komið með reiknivélina og græði ég eða græði ekki. Ég myndi, ef þetta svínabóndi, þessi 3 svínafyrirtæki, ég geti trú að þeir myndu segja nei, vegna þess að þau myndu líklega, þau fyrirtæki myndu hverfa ef að göngum í ESB. En ég er alltaf smá hrædd af því það er bara líka svo mikil einstaklingshyggja og við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margra Íslendinga lengur hvað áhrif samtryggingin hefur og samstæðan að þá finnst mér þetta oft fara í til þess að einfalda þetta, hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða. Já, mér finnst það. Eins og þú ætlar að tellja þetta krónu fyrir krónu. Ég náttúrulega segja að því að það er líka fólk sem er bara hlusta okkur, sér okkur ekki. Ég ætla svona í miðjum þætti, eða miðjum samtali, Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, Pía Elisabeth Hansson, forstofnandi Þjóðmálastofnunar og Sonja Ýr Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB. Og svo sitjum við bræðurnir hérna. Og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús, ég skal ekki trufla umræðina meira. Já. En hvað voru við? Af hverjum tók orðið? En Sonja. Ég get svona rætt annað líka, það er ekki það. Til dæmis kjarasamningar sem eru í uppnámi. Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn í þessu umræðum að það þurfa að gjörbreyta íslenska kjarasamningsmódelinu eða við myndum fara inn í ESB sem er rangt. Já, þú var að segja okkur það, hérna áður byrjuðum. Já, ég var að taka það. Já, til dæmis, já og hitt líka, það er alveg verið mál. Ég var með fyrir formann BSRB hérna, ég satt í sama stól og þú. Já. Og hann held í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir betri kjörum. Það er náttúrulega pólitísk afstaða, en ég minna í grunninn sem ég var að nefna á það, nánast öllu vinnuréttarlöggjöfin er komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuverndarmálum og hún fannst þetta bara, já ég minna öll vinnuverndarlöggjöfin er þaðan og þá vorum við að já, við vorum með hvíldarlögin og svo vorum við reynda með lög 1980 sem voru bara mjög svona fáorðuð en svo er bara öll löggjöfin þarna undir og maður getur, litið eiginlega bara hvers sem er í þessum efnum. Þegar maður tala um kjarasamningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku vegna inngöngu í Evrópusambandið. Þetta er alltaf þetta þríhliða samtal
og yfirleitt bara milli samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módel þú vilt hafa og svo að þegar við byggjum á þessum norrænu velferðarmódelum þar sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað til þess að liðka fyrir gerð kjarasamninga og byggjundu velferðina að þá eru þau hluta af þessu samtali. Þannig að það þyrfti alltaf að vera. Þetta er auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjarasamningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það, en sko það að ganga mögulegni í Evrópusambandi, það mun ekkert eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það. Þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega, við sem ekki bara að plokka eða svona cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinnum módelunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo heyrir maður mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já, sko vaxtastig verður betra en launin verða miklu lægri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu. Segjum sem svo að vextirnir lækki, að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði. Þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lægri og bara að séu minni sveiflur í hagkerfinu, þá erum við þetta semjum lægri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar er ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn. En svo reyndar og því það kom líka fram í þætti ykkar fyrir viku síðan að þegar stöðugt búið að halda þið fram ástæðan fyrir aldrei þessari verðbólgu séu háa launahækkanir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var að koma nýja skýrslu sem var að benda á að það væri ekki ástæðan. Við höfum fengið 11% af ástæðunni. Já, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaðan. Það er ekki ástæða verðbólgunnar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni. Ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullið meðaltalinn, hún hefur haldist stöðug. Það er þó allavega árangur. Sko, þegar maður hlustar á okkur, þá er næstu eins og því sem halda því fram að það hvort við göngum í Evrópusambandið eða ekki skiptir umlega litlu máli. Já, það skiptir engu máli í utanríkismálum, engu máli í kjaramálum. Það er lundin sem er eiginlega málið. Lundin er málið. Nei, sko, ég er aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta sagt að hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekkert sagt alveg af eða á hvort að ég sé hlutur aðild, það að segja. Bara það er bara að fara að skoða þá brú þegar að henni kemur, sko. Og það snýr að mínum hugðuréttum meðal annars, tjáningarfrelsismálum, persónuverndarmálum, það er þrengt þar að, bæði innan Evrópusambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna. Og það er áhyggjuefni. Í mínu huga er það líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið. Er það eitthvað Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annað í þeindur? Það er bara eitthvað sem við verðum að skoða. En svo pífana sem nefna þarna og það er dálítið sem að við sem ég kannski var að nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konumkallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konur náttúrulega Vákvæði var glömur þetta. Takk. Nei, ég alveg tala. Það hefur ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð og óvissan er gríðarleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð 1, 2 og 3 og allar grundvöldur okkar efnahagskerfi er í allt inni er ógnað. Þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pínlítið svona er það ekki skynsamlegt að minnst ákosti hafa valkostina fleiri en færri? Er það ekki ábyrgðarleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur? Fattið?
með alveg skoðan þessari nálgun en hún En Kristi, er svona ræða þín. en ég er ekki alveg sammála ég held að þetta sé ábúrslega mikilvægt mál og við erum að nálgast það af alvöru. Já, en ef við hugsum ræðina sem varst með, hún hefði geta endað þess vegna ef að gangi í Evrópusambandið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusambandsins. Þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastríði. Þess vegna séu það betra fyrir okkur að vera utan. Þetta er bara spurning, alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár. Ekki það? Þess við að skoða. Það er það sem ég er að setja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni. Þráttur að alla þessa varnagla fyrirvara og frekar svona, frekar mikla óbætt sem ég hef á mörgu öðru sem er hérna kraumandi, að maður tala ekki það. Að því að það verður að tala þú veist, nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullt af mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku í gegn. Hvernig að stoppa það? Að það hreinlega bankja upp á hjá okkur á þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort er. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Er það nokkuð? Nei. Þannig að það mun koma. Þú ert farið til Brussel og berjast gegn óheilla þróun Evrópusambandsins. Sko við eigum alltaf svo öfluga stjórnmálamenn. Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta Við eigum það í alvöru tala. Sko ef það er eitthvað sem að Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsóknarelement og það er þá meira hróseldur en hitt að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér finnst alltaf dapurt að þjóðin tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn. Sko það finnst mér vera eiginlega að tala þjóðina niður. Við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermóðskufull og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis Bretan út af þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á, strákar. Þannig að auðvitað munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli. Ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er allt spurning samning og annað í þeimdur en sko ég held að sé margt til í þessu sko. Ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það. Það er fint, nákvæmlega það. Allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismenn í Washington, þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir hefðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslandingar. Og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki, en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta. Og hitt er síðan, en auðvitað, að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðanir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins. Það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki. Þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið. Var ekki það sem Kanni sagði, ég held það. Já. Það stundum verið svona grínast með að sko stéttarfélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöld til að hafa áhrif á evrópska löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrópsku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæði þetta í lobbyisma og hafa áhrif. Þannig að það er líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér finnst líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum af litla manninu minna gæsalappa sem hefur náð stórsigurunum og maður sér bara líka það er ekkert enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim svona að þau nái sem mest í gegn sko. Þannig að mér finnst að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu það er sérstu kúnst fyrir smáríkið að hámarka stöðu sína og þú veist, það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma. Þú þurfum möldu á þann, ég var að skoða einmitt möldu, einmitt út af fuglunum, svo fór ég að skoða víðar. Malta náði bara býsna góðum. Þar voru maltverjar, þetta er það ekki, klofnir í herðar niður, en hafa aldeilis ekki séð eftir aðeins sinni. Og við ættum kannski meira að horfa til fordæma Eiríkis eins og Möldu og annara sem hafa farið inn í þennan
fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held. Þannig að við erum kannski svona meiri sérstöð heldur margar aðrar þjóðir, við erum ekki inn í meginlandi Evrópu og fiskveiðar og svoleiðis, við erum svona fjarri Evrópu með það. En það er líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala um Færeyjar, við erum að tala um Grænland, við erum að tala um Ísland og við erum að tala um Noreg. Og þá erum við að tala um þetta vestnorræna svæði og við erum að tala um fiskveiði. Auðvitað erum við að tala um það, við erum að tala um auðlindir. En þessar þjóðir ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar og ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við. Það er nefnilega málið. Og líka, auðvitað er þetta landfræðilega, auðvitað er þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við göttuna líku við sem er í öðru landi. Ég meina við erum með öðruvísi afstöðu til hluta af því að við erum meiriki. Svo erum við íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið með dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka. Þannig að það er eitt sem hefur verið sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggissjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að fréttaskýringar og fréttir í evrópskum miðlum mögulega aðildarumsókn. Það snýst eiginlega alltaf öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands er ekki nein þannig að það er eðlilegt að þjóðverjar horfa upp fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og það hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inni líka að þau vilja ýta eftir því að Noregur komi inn út af olíuauðlundum og fleiru þar, að það veri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að ná samningum? Varðandi sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti, að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávarútveg. Það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum. Haldið þið að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi, sem ég held að ekki hafi verið staðreyndin fyrir 5 árum eða 10 árum. En svona fara að gruna það að Evrópa innan Evrópusambandsins sé fólk sem sér fyrir sér að ná Íslandinn og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og Ég held að það sé ekki bara þessi öryggistafaktor sem skapar ákveði jákvæð afstöðu gagnvart umsókn, en líka hreinlega þessi gildapakki sem við þykjum að standa fyrir, það er að segja ákveðin mannúðarsjónarmið, velferðar áherslur og annað í þeim túr, að við förum inn í það mengi. Já, til að hafa meira jafnvægi í sambandinu sem hefur færst mikið austur, en hefur raunverulega mist eins og Bretland og er ekki með Noreg og kannski nefnir einhver Ísland í því samhengi að það sé orðið ójafnvægi. Það væri gott að fá norður-evrópskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu. Þetta snýst norðurslóðir náttúrulega. Það gerir það og auðvitað ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumönnum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi. Af því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi er eins og það er. Og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá í þessa hluti. Þannig að það held ég. Síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgja í kjölfar einhverja annara eða hvort að við ættum að vera fyrst. Ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa Norðmenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það er bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáiði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað er alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu, auðvitað er það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noregur fyrir út, þá er það búið. En það var Noregur einn eftir, þannig að það gengur aldrei yfir. Það er ennþá, þannig að það er meiri hluti í Noregi gegn aðild, en andstaðan hefur minnkað. Það held ég sé fyrst og fremst út af öryggissjónarmiðum og breyttri stöðu Evrópu. Ég held að vera Íslands í EES til eða frá hnyki ekki miklu til í Noregi, ég held ekki. En þetta getur verið ógn við EES-samningin, ég held að það sé stórt mál.
Já, þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það. Jú, einhverju stjórnmálamenn nú að þessu fyrir sér. En það má sjá það í könnunum að kannski það sem var 30% fylgjandi aðild komið svona nálægt 40 núna. Út af Rússlandi raunverulega. Já, ég held að þetta sé að byrja að malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist, það er mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru að fara á stað núna út af öryggismálum. Og þetta er það sama og maður hefur heyrt frá öllum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúist allt þetta. Og í framhaldi af því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðinu, þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum, þetta eru meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskoranir í varnar- og öryggismálum. Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum, og við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örugg? Og ég sko, get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísi og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina. En þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við, hafandi her og þannig hugsunahátt. En þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið, því þegar maður er spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því. Af hverju höfum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar? Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrendur? Ef að niðurstaðan verður nei, hver er þá staða ríkisstjórnarinnar og kannski sérstaklega Viðreisnar og Þorgerðar Katrínar? Ert þú ekki stjórnmálafræðingur, Bía? Er þú líka kannski Kristinn? Ég sko meiri alþjóðastjórnmálunum, ég vísa á Kristinn. Punga bara á því sem kannski. Þar hún eitthvað að verða slæmið þetta? Það er náttúrulega, og leggur Cameron er dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðina og tapaði þess að af sér. Já, mér varst það alltaf annað på teiningnum þar sem að hann sennilega lagði muni rétt með Cameron, hann lagði allt undir í því og setti svona sig að veði. Þetta er eitt af megin áherslu málum eins stjórnarflokksins og tveggja að nokkru leyti. Mér veist þetta ekki vera sko tilefni til stjórnarslít, en ekki alltaf það. Þetta vera að krafa um það, ég er ekki svona viss um það. Þessir stjórnmála leiðtogar hafa dálítið haldið sér til hlés í þessu. Ef 49% þjóðarlega sér sammálaði, það var bara... Þetta er svona vinsældarkosning ríkisstjórnina. Hún fengi kannski bara 48%. Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík, verið að fá 49,9%. Þannig að sömulegt eru stjórnmál líka þannig að þú veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og ef þú færð hann ekki, þá er eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við. Til að svo krafa munu koma fram frá stjórnarstöðinni. En ég held samt, Viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en Samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu sem málum öllum, verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem er jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennilega inn í þetta samtal, held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast að einhver leita því að Samfylkingin hefur áhyggjur af því, ef það kæmi nei út úr þessu, að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin, því að auðvitað var þetta þeirra mál á sín tíma. Það er bara ekkert áinn í umræðinu fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum, Alistair Campbell, Restis Politics og það er bara hálfum mánuð síðan. En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru með lengra stofnarminni þess en ég, að þá er sko stuðningu við ríkisstjórn á meðan hún situr að flakka sikkur megin við 50%, er það ekki? Ég vil ekki verið langt fyrir neðan það, ég er alveg frá hruni. Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kosninga og hefðu sagt bara nú erum við komin sem ríkisstjórn og þetta er það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis. Ég held það líka. Hvað þeir sem að segja já,
að þeir fara agnast út í sko, stjórnarflokkana, þetta 50-50, það helmingur þjóðarna þá sammála. Þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona naumt á munum, og þá verður það líka eftir kosningarnar. Og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessa spurningu, veist, að 50% vilji taka þetta samtal. Já, það náttúrulega svolítið svona, þetta eins og í Bandaríkjunum, ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar að við ættum ekki að segja nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það saman fyrir 2 árum. Yeah. Og það mér finnst það alltaf sko sólid afstafa og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakönnun þjóðaratkvæðagreiðslan tapast eins og í Noregi. En ekki sá tími bara því miður smá búinn og einmitt þessi var að það er 70-30, við erum bara 50-50. Já, bara vonin væri að verðum samhendur og myndum ekki að kjósa um Nei, ég meina, við nefndum allt Við erum bara að kjósa um samninga. Það er bara mjög tæft, sko. Náðum meiri hluti við allt. Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo? Já, en það var ekki líka klofið þjóðir kringum EES-samningin. Við erum að kjósa hvort að ég halda. Endanum við náttúrulega erum að taka afstöð til þess hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki. Nei, það allt breyst sko þegar að samningur liggur fyrir. Við erum ekki að kjósa samning. Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það. Var ekki klofið þjóð líka í kringum EES-samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma honum. Vigdís hafnaði, Já. En það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun stjórnarskrá og það var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs tillögu þeirra. En stjórnvöld tók ekki mark á því. Það er rétt. Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan, sko, og enginn hefur tekið þetta upp. Þannig að það er bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn. Já, það er það. Já, hvað segir þið? Er þetta gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að bíða eftir einhverju nýju frá okkur? Nei, við erum búin að vera tæpa klukkustund. Já, það er búið að fara hansi vítið sviðið. Gunnar Smári ætlar að halda hérna áfram og eftir með ESB-umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru koma úr Evrópuhreyfingunni. Já. Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir. Og okkur datt í huga að hafa þetta svona, að fá ungt fólk á borðinu, þið kannið svolítið við umræðinni að gamlir kallar eins og við, Kristín, að hún ekki að vera að blanda okkur inn í umræðina, af því þetta snýstu framtíð unga fólks. Þannig ég ætlaði að gera svo tilraun á því hvort að umræða ESB væri með einhverju öðru lagi ef maður fær yngra fólk á borðinu. Fagna því að sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur... Að því ég er nú kalla elstur hérna, þá ætla ég að kveðja ykkur, en Kristín, Pía og Sonja, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri.
en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, herðu, velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa ungu fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski-hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari. Já. Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari. Mikið rétt, ég svo jákvæður. Já, Þórhildur Davíðsdóttir Söbekk, hún líka jáari. Jágúst. En Illugi Gunnarsson, hann neyjari. Það rétt. Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækja í Evrópusambandinu? Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil að stjórnvöld einbytti sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og eitthvað svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna. Þannig þetta snýst svona fókus að stjórnvöld. Já. Þetta sé mjög neðal á listanum sem að brýnt að gera. Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi. Og já, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum ganga þarna inn. Nei. Og þetta svolítið svolít afstæða. Að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu. Já. Að því við erum hvort sem með samningi þar sem við erum með 80% af kostunum að því að við erum í Evrópusambandinu. Til þess að vera að sækja sér 20% þegar húsnæðiskerfið í rafmagnsessi og lífskjör ungs fólks fara versnandi í samanburði við aðra kynslóðir. Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur mun hærri, vextir mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum bara
allstaðar í heiminum, þannig fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko að fá aðgang á stórum, opnum, frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt fleira. Jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf, en ég sé ekki Evrópusambandið sem eitthvað sem er að fara að stoppa það sko. En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi? Við erum alltaf algjöru forréttindapesar á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. En þrátt fyrir það þá þýðir það ekki að við getum ekki gert það ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott, þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi, þá getum maður verið í ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til þess að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru. Þórhildur, af hverju ætlar þú að segja já? Fyrir mig snýst þetta örugglega bara mest lýðræði. Þú talar þessi 80% af þessari löggjöf sem við tökum upp, en við fáum ekkert atkvæðavægi. Það væri, mér finnst bara Íslendingar eiga að skilja Ísland á heima við borðið. Mér finnst það snúast bæði það lýðræðislega séð, og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í boði fyrir þá. Ég einhvern veginn svona, hvernig þetta endaði þarna 2013, það var svo, mér finnst svona þjóðin vera smá svikin. Mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka. Og já, og það er mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það, þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað, en mér finnst bara, já, Íslendingar, þótt við segjum já eða nei, þá bara, þetta er bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn lýðræðið á Íslandi að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Mikilvægt fyrir lýðræðið, en þú vilja orðar þannig að mikilvægt fyrir lýðræðið að við förum inn til að hafa áhrif á... Já, það er bæði. Eða, það er að fá, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og við séum að fara að missa. Fyrir mér erum við að fara að fá betra, fullveldi okkar að fara að verða betra. Út af því að við fáum þá að velja, eða við fáum rödd innan, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem við erum að taka upp nú þegar. Mér finnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það. Hildur, akkur viltu ekki kíkja í pakkan? Já, sko, í fyrsta lagi finnst mér vitleysa að sækjum aðildarsambandi sem vill ekki tilheyra. Ég vill ekki tilheyra Evrópusambandinu. Þess vegna finnst mér vitleysa að sækjum aðild. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísku umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Eins og það er mjög slæm staða í efnahagsmálum, það er há verðbólga, háir vextir, húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma og orku eins og ég segi í að fara í þennan leiðangur, það ættum við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrst það sem gerist hérna heima fyrir. En er ekki vandamál eins og þau benda á að vera okkar inn í EES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir? Já, sko, við getum náttúrulega hafnað lögum gegnum EES. EES-lögin sem eru sendt til okkar, það er greitt þau á Alþingi. Ef við ganga Evrópusambandið, er greitt á Evrópuþinginu og koma ekkert til Alþingis, þannig að hún að tala lýðræði og Þórhildur. En það er ekki raunhæft að við höfnum lögum sem við fáum. Það hefur ekki reynt á að hinga til, en sá valmöguleiki er til. Og það er alveg að hafa það í huga. Setja EES-samninginn í eitthvað svona uppnám. Uppnám, ég veit það, myndi að setja uppnám með nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt á það. En við erum undan þá frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á EES. Eru við öll sammála það? Jú. EES hefur reynst okkur mjög vel. Ég er ekkert sammála því, við held að við þurfum átt að sleppa orkulutunum og fleira. Já, ég meina EES er ekki... Brjóta upp félagslegu orkufyrirtæki í Íslandi. EES er alls ekki fullkomið. Stefnu í Evrópu finnst mér bara gagalagú. EES er ekki fullkomið og það er allir sammála það, en EES hefur reynst okkur vel. Það er satt. Það er kostir og gallar við EES en EES hefur reynst okkur vel. En mér finnst skrítið að tala um að þessi lýðræðismál einhvern veginn segja já og hafa meira að segja í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafarvaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það lýðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér finnst það ekki. Salma, EES-samningurinn, ertu sátt við hann? Já, það er náttúrulega kostir og gallar við hann, en ég sé enga ástæðu til þess að gagnrýna hann sko núna.
Við erum bara, mér finnst þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB. En mun hann halda til lengri tíma? Þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndin fóru bara inn í Evrópusambandið bara árið síðar eða því. Samningurinn tók gildi, var það ekki? Austurríki og Svíþjóð og Finnland. Það er náttúrulega mikið hlutur sem að ég get gagnrýnt við samningin. Eins og ég horfa á þetta núna, þá er þetta besti mögulegi kosturinn. Við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi og eins og það er Fá það besta frá Evrópu og losna við það Já, við getum, við fáum það besta en sleppum við mikið af þessu brasi en að hann sé uppnámið, það er náttúrulega bara eitthvað sem að enginn veit og rétt eins og með ESB, enginn veit hver staðan er þar og það er líka með neitunarvaldið og alls konar, þetta er ekkert varanlegt sem er auðvitað að tryggja með þetta Þannig að ég nefndi uppnámið ef að við færum að segja nei við því sem er sendt hérna frá Brussel þá myndi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum. Ef EES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisökun tekið, en EES-samningurinn er ekki neinu uppnámi núna. En við erum að býða til Noregi. Ef að Noregur sækir þá viltu setja það á dagskrá hvort að við Já, er Noregur að sækja Nei, ég er að segja ef. Já, þá er það bara umræðið sem verður tekið þá. En hvernig er samningsstaða okkar ef að samningurinn dettur úr gildi? Hvernig er samningsstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá? Ekkert ósvipað núna. Ekki? Samningurinn er sagt upp með 1 árs fyrirvara. Þá getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, EES, þeir græðum mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við farið í samningaviðræður og séð hvers konar samningur okkur býðst. Nei, þetta er ekki svolít. Já, ég er ekki alveg sammála. Við erum náttúrulega búin að byggja okkar efnahag að miklu leyti í kringum viðskipti við ESB. Ef við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppa þessu alveg, sem sagt segja okkur frá EES-samningnum, þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kippt þessum samning sem er EES úr gildi og halda að það verði allir góði. Það bara er ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem ég náttúrulega ekkert vissum, það er ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningsstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðið og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkominn tími, það er alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkominn tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá. En ef ég skil til dæmis Illuga rétt, og ég veit ekki alveg með, og ekki eins afgerandi, að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi, að hann mun segja nei. Já, en sama hversu góðu samningu mun nást, þá vitum við alveg hvað Evrópusambandið er. Og Evrópusambandið er ekki að fara að breytast fyrir Ísland. Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið. Og við vitum alveg hvað Evrópusambandið er. En við getum fengið svona varalega undan. Það geta verið varalega undan, þá eru mjög litla líkur því. Ég meina að sömuleyti finnst mér það alveg sólít sjónarmið sem að Davíð var með að samningsstaða okkar sé góð núna út af öryggisstöðunni í Óðinn fyrir út af öryggissjónarmið með öðru slíku. Að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna, ég kaupi það alveg. Já, samningsstaðan er betri en 2009. Já, ég held það. Þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu, ég tel að það hendi ennþá ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytist stórfenglega. Já. En umræðan sem, þetta er svona eitt af þessum málum þar sem verður alltaf hluta umræðina verður umræðina. Hvernig finnst ykkur umræðan Evrópusambandið hafa gengið? Hvernig er hún hjá yngra fólki? Það er náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru 2 fylkingar sem eru bara að tæta hver aðra í sundur, En já, mér finnst allavega umræðan er greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk er að tala um þetta, þannig að mér líst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og ég hef ekki gaman að þessum tætingum hins vegar og það sem er mista já er að reyna að berja þann sem er mista nei í hausinn. Já, svolítið í kommentakerfinu, já. En ég persónulega hef bara gaman að opinni og skemmtilegri umræðu, En er einhver svona umræða sérstaklega ungt fólk?
fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútu kringum landið að ræða með Evrópusambandið? Já, við UFG heldum fund með Róða í gær sem var ætlað ungu fólki, það sem vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki fara næst í ESB og minnst þetta greiðlega mikilvægt. Ég er ánægður með að þið tala það hvað myndi gerast fyrir ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsíal að bara ræða það sko. En talandi umræðuna bara yfir höfuð, búin að svolítið heiftuðu sko, en þegar maður tala við fólk einn og einn skilur, þá enginn eitthvað að missa sig. Ég á fullt af einhverjum félögum sem ætla já til að sjá skilur. Mér finnst það fáránlegt, en þeim finnst örugglega sem ég að segja fáránlegt sko. En allir vinir skilur. Þetta bara kommentin sem að missa sig sko. Þeir eru ekki klofin í herða niður? Nei. En það svolítið í umræðinu, það eru áberandi svona kallar sem eru eiginlega mannsaldri eldri en ég sko. Ólafur Ragnar og... Nei, þeir eru ekki bara að hafa sína skoðun. Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinni. Ég held að eldra fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólkið kannski meiri aðgang að fjölmiðlum en líka bara viðburðum og alls konar. Þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira, en ég veit ekki, allavega það sem við erum búin að vera að reyna að gera er að mæta unga fólkinu það sem þau eru, þú veist, á samfélagsmiðlum. Það er, þú veist, unga fólki er minna að mæta, þú veist, á viðburði og svona. Og já, við erum að reyna að upplýsa fólk. Ég held líka að eldri kynslóðin er alltaf búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rætt þessa hluti. Fólk kannski virðir ekki unga fólki út, við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur. Við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum mál, þú veist, fólk veit ekki hver við erum ennþá. Þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson er eftir að vera farsæti í hvað 20 ár. Þessi stýra til þess fjölmiðlum verða náttúrulega að vita þetta. Ef þú ætlar bara að taka þá sem að detta inn, þá ertu bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu. Þannig að þú verður að geta teikti eftir öðrum sjónarmiðum. Þess vegna kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmiðlar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera, búin að bjóða mér núna 2 og aðri fjölmiðlar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðuna að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjans til að koma fram og þetta er náttúrulega mér finnst leiðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslóðamál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta, nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þetta gamlu kallaraus endalaust sem er alltaf einhvern veginn svo óskilvirt. Mér finnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim. Þú veist, já, og líka, þú veist, þetta er kosning unga fólksins, finnst mér allavega. Þú veist, það er ótrúlega mikilvægt að allir kjósi. Þetta er náttúrulega bara hjút lýðræðismál. En þú veist, ég er til dæmis 24 ára og þú veist, ég er ekki einu svona að kjósa bara fyrir mig. Ég er að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem er ekki með kosningarétt og jafnvel fólk sem er ekki svona lifandi núna, eða þú veist. Ekki fætt, meinar þið það? Bara ekki fætt, já, þú veist, ég er að kjósa fyrir, já, fólk sem verður 24 ára eftir, já, sem verður eftir, þú veist, já, 24 ára eftir 30 ár, skilur. Þú veist, eins og það var í Brexit, þú veist, það er svo gott svona dæmi það að, þú veist, þannig að þegar kosningin var í Brexit, þá, þú veist, ég var 15 ára. Ég hefði ekki getað kosið þá. Og núna ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna, væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það. Og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem hafði ekki kosningarétt. Ég er að kjósa fyrir framtíðina. Salma, þegar verður að tala ungt fólk og ESB, þá er oftast talað vexti og húsnæðismál. Já. Það verjandi að við höfum hérna kerfi þar sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona 1,5 sinnum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða? Sko, vextir er ekki lykilatriði að kemur á húsnæðismálum. Við getum bara horft eins og til Króatíu, þar sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignamarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfest í íbúð síðan er líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli. Auðvitað eru vextir mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það er ekki eina máli þegar kemur að húsnæði. En er það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð
myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast? Sko, jú. Það ansa marga vinnustundir sem að þú þarft að eyða umfram þann sem að er kannski í Danmörku eða Svíþjóð. Já. Vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu er þessu stjórn að freka með atvinnuleysi. Þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið. Ef þú ert atvinnulaus þá færði ekki einu sinni að skulda. Já, þannig að ég já, vextir eru ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli. Þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér. En við samt ekki byrjað að fara að sjá svona evrópskt ástand á vinnumarkaði? Það er miklu hærra hlutfall atvinnulausra meðal ungsfólks í dag og það er líka fólk sem hvorki í vinnu eða skóla að ég heyrði ekki start nú bara manni hann ekki. Það er bara að fara í herferð hérna innanlands með þetta sko. Það er bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðinn og gera vinn. Það er ekki að unga fólkinu, það er eitthvað að vinnumarkaðinn. Já. Bara koma öllum hjólum í gang og það er eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað að vinna í. Léleg hagstjórn ríkisstjórnarinnar er að valda þessum vandamálum. En ég nefni þetta þróunina hérna heima, rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti, þá borgum við það með auknu atvinnuleysi. En við erum að háa vexti og að sumuleyti merkið þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki. Er ekki? Það er bara þarrið. Það er náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem við ættum að geta gert vel sjálf sko. Ef að við leggjum alla orku í það, ekki í skoðunarleiðangur. Hvað segir þið, Þórður, við að þetta sé valkostur það að þú getur fengið lægri vexti, en þú færð það bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignastústaði? Þú ert kannski betri að þú ert meira svona hagfræðinartinn. Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí, þá er atvinnuleysi hérna ekkert ósvipað því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu. Ég meina það er oft talað Finnland. Sko í maí, ef mér minnir rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13%, Finnland á 15%. Síðan er náttúrulega bara þannig að ungt fólk er almennt ekki með vinnur út af því að við erum reynsluminni. Síðan eru tekið þessi lönd fyrir eins og Spánn eða Portugal sem eru bara með allt aðra menningu en við. Ef við tölum síðan þetta með vexti og það skiptir ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar. Vandinn í dag er, sko, ef við tökum bara dæmi, við saman bara lönd okkar. Ef við tökum bara hin Norðurlöndin fyrir og önnur lönd í Vestur-Evrópu eins og Írland. Ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einasta mánuði þegar kemur á húsnæði, tökum 70 milljóna króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku. 25 ára lán óverðtryggt. Íslandi borgar við 9% vexti, í Danmörku er þetta í kringum 4% vextir. Á Íslandi eru að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán, út af því að við erum með svo háa vexti. Það er nánast enginn að fara að standa undir þessari greiðslubyrð. Síðan er náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem er náttúrulega bara trygging fyrir bankana. Ef það kemur kreppa þá er það að fara að missa húsnæði sitt. Ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus, að vera heimilislaus. Er þetta réttlátt? Og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum, sko dýrasta láni sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem er náttúrulega tengt við evruna og það er þetta 290.000 mánuði. Ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við. Jú, hagstjórn má vera betri, hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár. Evrópusambandið gefur okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi. Það er fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið er ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það er mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá eru settir ákveðin skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn sem við erum hvort sem við erum með. Sem við erum með en hún verður ennþá þrengri ef við tökum upp evruna. Það er líka bara erfitt að vera með góða hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góða hagstjórn með krónunni. Hvað áttu við? Það er gott, vandamál í íslenskri hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn. Það var ekki betri í ESB?
miklu meira atvinnuleysi þar. Já, við vorum töluvert sneggri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko. Svo er náttúrulega lágvaxta... í félagslega aðgerðir. Já, svo er lágvaxta tímabil þar sem að ég er ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því árið 2021. Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki. Við getum þetta sjálf. Þetta er eitthvað sem við getum. Við getum, en það er erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til dæmis skýrslu Catherine L. Mann sem er fyrrum aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fer yfir kost og galla íslenska krónunar versus evrunar. Íslenska krónan er 3-4 sinnum óstöðugri heldur en krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að fórna einhverju öðru, en viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á stærri kreppu á 20 ára fresti eða viljum við taka á kreppu á 5 ára fresti? Já, sko þegar kreppan kom inn 2008, 2009, 2010, þá réðst ríkisstjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðir að þeir gátum stjórna krónunni sjálf. Og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna að stjórna krónuna. Hvar var atvinnuleysi minna? Hérna í ESB, evrusvæðinu. Miklu minna hérna, það er rétt, þú veist það. Kreppan varð mun verri hérna heldur en í evrusvæðinu út af agaleysi. Við náðum að rétta okkur út. Með því að setja íslensku krónuna í fangelsi, takmarka erlenda fjárfestingu, takmarka ótrúlega... Þú vilt aga og ég skil það. Ég vil aga, já. En kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna, eða hvað er kreppuna? Kreppuna 2008. Og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara, fínt og vel. Þú ert eiginlega í COVID-tímanum, eða ekki? Hæ? Þú varst að kaupa í COVID-tímanum. Og þá voru þessar félagslegu aðgerðir til þess að verja samfélagið og félagslega þætti í samfélaginu. Þá var krónan notuð því, eða ekki? Jú. Sem við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa hafi reynda tekið ýmislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna. Vegna þess að það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður. Já, við náum að redda okkur hraðar út af því að við takmörkum tækifæri. Það var minni skaði hér heldur en eiginlega í öllum löndum. Svo er líka aðgerðir eins og með að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem væri ólöglegt innan ESB. En íslenska ríkisstjórnin hafði tök á... Þetta er ekki rétt. Er það ekki rétt? Spott til dæmis gerði þetta líka. Þau lækkuðu virðisaukaskatti sem niður í 10%. Og það er, það var einhver umræðum það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB. Þetta er hægt. Það er svo mikið af upplýsingaóreið. Það er verið að segja mjög marga ranga hluti. Ég ligg yfir skýrslum, það er En með COVID, ég meina það voru ESB-lönd sem að náðu sér sem fyrst upp, eða sem að Sko, Ísland kom best út í COVID. Það eru allir sammála það. Við erum ennþá jafnungur. Já, við erum ennþá náungur verðbólguna af því að ríkisstjórnin dældi pening út í atvinnugreinar til þess að halda atvinnustig í landinu háu. Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en í ESB. Og það er spurning, hvað er betra? Ísland setti inn 800 milljarða inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi. Og síðan núna erum við að díla við, ég veit ekki hvernig það að segja þetta á íslensku. Núna erum við að díla við það að við hitum upp hagkerfið of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af einhverju sem að gerðist í COVID. Áttu fólk bara atvinnulaust? Nei, það á ekki að vera atvinnulaust, en núna erum við að díla við... félagslegar aðgerðir. Ég veit alveg þið Viðreisn fílið það ekkert, skiljið. Það er ministri aðgerðir, þannig að... Ég er ekki hérna sem Viðreisnarmaður, ég ætla að taka það fram. Þú ert í Viðreisn. Ég er skráður í Viðreisn, ég er ekki í neinu embættis... Eða formaður. Það sem gerðist í COVID voru mjög nauðsynlegar aðgerðir og fólk hélt vinnu og auðvitað eru núna að díla við verðbólgu út af því bara þegar það var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og svo er spurningin, hvort er betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað finnst ykkur betra? Þetta er bæði svipað slæmt. Ég meina þetta er bæði að koma í veg fyrir tækifæri, þetta er bæði að koma í veg fyrir betri lífskjör. Ég meina allar efnahagslegar aðgerðir hafa áhrif annars staðar. Þú getur reynt að bæta eitthvað, það er alltaf að fara að hafa einhver önnur áhrif annars staðar. Það er bara að vega með þetta hverju sinni hvað er betra og hvað er verra. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vexti náttúrulega kom í veg fyrir að þú fár húsnæði og getur lifað vel. Það gerir erfiðara. Það gerir erfiðara. Já, mjög erfiðara. Síðan er, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir. Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð.
En ekki hægt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu, að það verður hérna með 4% vexti en 70 milljón króna eignið inn fyrir 120 milljónir? Ég veit ekki, það er náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk heldur. Ef þú eykur aðgengið að lánsfé, þá mun húsnæðisverð hækka að óbreyttu. En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá er færri að koma inn á markaðinn. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð muni hækka það mikið til þess að verðskulda það að sætta sig freka við meiri verðbólgu og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta verði á sama stað? Þarf hann að tvöfaldast? Ég meina það þurfa að breyta 70 milljóna króna eigninni þarf hann að hækka upp í 140 milljóna þannig við séum í sama stað. Sáum við á tímabilinu þegar Salma keypti húsnæði að þá bara, það var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum. Þegar vexti voru hérna lágir. Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðina fyrst, þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaði ef að verðið hækkar svona mikið. En síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum. Ég meina, vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta er að koma veg fyrir rosalega mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga, nýsköpun og bara erlend fjárfesting. Þetta er að koma í veg fyrir rosalega mikið erlendu viðskiptum. Við sjáum það að krónan er ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis, ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki. Það er rosalega erfitt að fá erlenda fjárfesta til þess að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu. Evrópa er samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Hvað segir þið? Evrópusambandið er ekkert að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það er talað um það að það eru fyrirtæki að flýja. Ekki segir Draghi allavega. Já, Draghi. En ef við ætlum að bæta, núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað. Ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu, jú, það er fullt af hluti sem má bæta þarna og Draghi bendir á það. En það er mjög mikilvægt að við bendum á það svo við getum bæta. Við getum ekki bara haft það lengt og sætt okkur við það. Og svo tala Draghi að þau sé ekki nógu snögga að... Nei, það er alveg rétt. En Draghi er einn af helstu Evrópusinnum sem til eru. Ég meina, Svo er það líka þannig að Marel, sem var nýsköpunarfyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki Kerasikrindar. En síðan er þetta fyrirtæki sem miklu Evrópusinnum vilja fá komast... Ég hef lifað tíma þar sem var 100% verðbólga. Og ef þú varst að spyrja hvort að maður vildi húsnæði eða stöðuleika, ég er alveg til að vera í óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu. Sammála. Mjög sammála þessu. Þannig að þú veist þetta tala um að verðbólga sé óvinnur okkur allra, ef við höfum virka verkefnishreyfingu sem getur sótt kjara bætur. En hver segir það að við getum ekki haft bæði? Ég meina, hin Evrópulöndin hafa bæði. Það er ekki satt. Verkefnishreyfingin er miklu sterkara hérna en Íslandi. Er það ekki satt að fólk í Evrópu er ekki með húsnæði miklu sterkari enn í Evrópu? Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðarlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með... Atvinnuleysi er meira, það er rétt. Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjustu tölur frá maí, 2% hærra í Finnlandi. Það sem versta aðstæðan er. Já, ég ætla... Fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfum við alltaf að velja þessa hluti? Nei, við þurfum ekki að velja. En vinnumarkaðsmódelið í Íslandi hefur bara byggst af því að halda fólki í vinnu. Og það er krúsjál að halda fólki í vinnu. Að halda fólki í vinnu er miklu mikilvægara en að verðbólga sé há. En auðvitað er að hafa verðbólga lága er krúsjál og líka vexti lága. Og við erum reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert það á Íslandi. Og staðan hérna er miklu betri en í Evrópu. Hérna er verkalýðshreyfing miklu meiri. Yfir 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum. En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu. Það er rétt. Kjör eru miklu betri hér. Já, en Akkur heldur til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis, verkalýðsforingjar, séu alltaf að segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarkaðsmódel sem er í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi fólk. En öll þessi lög koma frá ESB. Kjarasamningar eru miklu betri hér. En bara mörg okkar réttindi við getum þakkað ESB fyrir mörg okkar réttindi og tölum eins og nýsköpun. Mér finnst alltaf lægja við getum þakkað ESB er ekkert alls slæmt. Nei, ég bara Ísland passar ekkert til að hendar ekkert okkur. Og ef við ætlum að tala um þessa kjarasamninga og há laun og svona, við náttúrulega sjáum það að út af framleiðni er svo lág í Íslandi og
launahækkanir eru alltaf háar, þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðarlega mikið. Við þurfum að... Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki sammála, hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana. Þetta á mjög stóran part. Launahækkanir er ekkert of háar. Er það ekki? Nei. Er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári? Ja, nei. Alls ekki, þetta bara stuðlar jöfnuði. Þetta eykur gríðarlega undir verðbólgu. Já, við erum alltaf að díla við vandamál af verðbólgu. Ég ætla bara að minna á það, kannski að verðbólga vextir segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu. Nei, vextir ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur. En það margt annað sem þetta hefur áhrif á. Akkur lítur ekki jöfnuðar til dæmis. Það er eitthvað galli þegar við erum að tala jöfnuð og þá er það fyrir húsnæðiskostnað. Ef við takjum jöfnuð eftir húsnæðiskostnað, þá hann náttúrulega miklu lagari. En jöfnuður er samt mestur hér. Já, en þá er verið að miða bara útborgu laun. En ef þú tækir húsnæðiskostnaði sem að... Já, húsnæðismarkaðurinn er bara vandamál. Það bara algjör steik. Sem kannski ótengt Evrópusambandinu, þá hefur bara líka bara að ráðast í félagslegar aðgerðir. En er eitt af megin markmiðunum með því að ganga inn í Evrópusambandið og fá gjaldmiðil sem að make a sense? Finnst þeim, og í tökum dæmi, segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkólms og búa til gjaldmiðil sem bara þau væri með. Heldur að óstöðuleiki væri ekki meira, myndi finnast að make a sense? En óstöðuleiki er ekki fullkominn. Eykur undir verðbólgu og vexti. Sko, verða að hlusta á ykkur tala, þá er það bara hægri og vinstri umræða. Þú hefur trú á því að leysa húsnæðisvandan, því að laga markaðinn, þannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru. Illu er bara ósammála því og segir að aðalatrið til að leysa húsnæðisvandan sé að byggja félagslegt húsnæði. Þegar að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsu markaði sem að þú vilt stefna að. Ég vil alltaf í grunni bara... En þessi átök eiga sér stað inn í Evrópusambandinu. Og þú getur alveg, það eru Spánverji, Þjóðverji, Austurríkismaður, Svíi sem er með nákvæmlega þína skoðanir og er að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu. Já, og margar borgir í Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en það breytir því sem ekki að í reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir, eins og ríki á helst ekki að vera samkeppni við einkaaðila. Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri munum finnst það. Þannig að þetta er bara spurningum... úrskurðaði það að mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því. Þess vegna borgum við herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvellurum heldur en flestir aðrir. Já, þetta er svolítið... Þetta er náttúrulega áhuga. En ég aðeins að staldra við það því að þið voru með fund og ég sá einhverja fyrirsögn þar sem að því að sósíalismi væri ómögulegur inn í Evrópusambandinu. Já, Silja Sóli sagði það. Silja Sóli sagði það. Já, en þú ert ekki sammála því? Jú, ég er sammála. Ég tek alveg undir það, sko. Það sósíalismi er náttúrulega byggist á ágreininni sameign og þá tala þjóðareign, svo þjóðnýta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fulllega að það sé ekki hægt í ESB. En heldur að þú getur náð að koma á sósíalismu í Íslandi utan ESB? Já, við getum færst nær því. Sérðu það sem raunhæfan kost að koma fyrir sósíalismu í Íslandi? Koma á sósíalísku hagkerfi. Já, sérðu það sem raunhæfan kost? Er ekki sósíalismu svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka upp sósíalísku kerfi? Það er mjög fjarlægi draumur. Mér langar samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að Illugi næði að koma á sósíalismu í Íslandi utan ESB eða hvort það næði því frekar með því að vinna með fólki sem er með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu. Já, það var mjög mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í lagaborg þeirra, í reglugerðina þeirra. En þetta er bara vangavelta alþjóðlegan sósíalisma eða sósíalismi í einu landi. Nú erum við bara komin í einhverja trotskista stalínist umræði hérna, sko. Þú veist, sósíalismi, að fá sósíalist hagkerfi bæði ESB og innan er óraunhæft, held ég, fjarlægi draumur, en auðvitað markmiðið sem við eigum að stefnað. En hann er eitthvað hissa yfir þessu, eitthvað ósáttur með þetta. Ég er bara okkar svo að koma inn í sósíalísku umræðina. En við skulum halda okkur við ESB. Má ég, Þórhildur, ég má byrja á þér núna. Já. Það er eitt af því sem hefur blandast inn í umræðin er það að það eru svo mikla breytingar í heimsmálunum. Já. Að staða Íslands utan Evrópusambandsins séu veik og til þess að tryggja öryggi Íslands að þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu að þá er það skömminni skárra en flest annað. Finnst þetta að vera sólít afstæða? Já,
Mér náttúrulega, Íslandi hefur hagnast best. Það eru besti tímandi hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland er evrópskt fyrir mér. Mér veist við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, Bandaríkin hafa verið, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og við höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi. Þú veist, þetta er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja á morgun eða segja í dag eða það er bara mjög óstöðugur bandamaður. Ég er ekki að segja að, þú veist, og ef við myndum ganga inn í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum. Ég meina, ég held að það haldist bara vel. Það myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggishagsmuni Íslendinga sem gangi í Evrópusambandið. Já, ég myndi segja það. Það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum náttúrulega með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líka í NATO þannig að þetta er svona tvíþætt. Ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum. Ég held að það bæti okkur öryggi 100%. Salma, kann þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indælt að vera utan Evrópusambandsins, þá er bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara að kyngja því að fara inn í Evrópusambandið? Nei, ég er ekki alveg sammála þessu, sko. Eins og ég, sko, ég veit ekki hver ég á að byrja. Ég held allavega að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur, sko, varnaraðilega. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst tollabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur, það er ekki hægt að vita hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar. Ég bara veit það ekki. Ég hef bara ekki heyrt í bandarískum. Þessi ekki mikill stuðningur frá Evrópu sem öll landi þar ráði ekki við að verja sitt eigið land. En þeir kemur ekki okkur til aðstofar. Og belgíska herinn til þess að verja okkur. Já, ég held að það var ekki ég sé það ekki sem raunhæfan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði, sko. Eða einhverjum, Hillu, ert þú hernaðarandstæðingur? Ég er það. Ég er alltaf friðarsinni, sko. Já, er það ekki fínt að fara í Evrópusambandið og losna þar alvegandi við Bandaríkin? Sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu. Mikil vígvæðing þar. Löndin er byggja upp heyri sína, eyða meiri pening í vopnakaup, við vera meira svona militant og Bandaríkin, þetta líka í ruglinu. Ég er andstæðingur NATO, ég er eini með það borð, nema kannski þú. Og ég held að Bandaríkjamenn eru næstu að ganga úr NATO, þannig að NATO er eiginlega bara Ég virðist vera svona taka dauðakippina, sko. Og svo maður horfði Bandaríkina, alltaf bara hræðileg stjórnvöld, en eru þau að gera eitthvað annað en þau hafa verið að gera. Svo Bush réðist inn í Írak og Afganistan, Trump réðist inn í Íran. Þetta er bara stórveldi sem bara valtar yfir alla, skilur, og gera það sem sýnist. Þannig að Trump eitthvað öðruvís en þessi gaurar? En hver er þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi? Þannig ég held að við höfum ekki verið nærri kjarnorkustyrjöld á mína tíma, sko. Og ég man eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnorkustyrjöld og þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kippir sér enginn upp við það. Nei, ég er náttúrulega, sko, ég hef ekkert miklu áhyggjur því að hér er brotist út kjarnorkustyrjöld, en bara svona spennan í heiminum er svo mesta sem hún hefur verið kannski bara síðan mitt kalda stríði. Og hvað gerir við í því, Íslendingar? Hvað gerir við í því? Já, það sem mér finnst, og nú er ég ekki að tala sem fulltrúi neysina, bara frá minn eigin skoðun, en mér finnst að við höfum bara vera land friðar, ganga úr NATO, við höfum ekki að vera í einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúgun annarra fólks. Við höfum að tala fyrir friði hvar sem förum, tala fyrir alþjóðalögum. Ég hef ekki áhyggjur af því að hérna muni koma Rússar eða Bandaríkjamenn eða Evrópumenn að taka hérna yfir. Ég vil samt taka það fram, ég er mikil friðarsinni og hernaðarandstæðingur, en ég samt er líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að það væri ekki þörf fyrir hera, bara á alþjóðavísu. Ég
ég vildi það, ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi, en ég fatt að hann er ekki eins og ég vil hafa hann, þannig að ég er svona, það verður að skoða, þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju útópíu, hvernig við viljum hafa heiminn, skilur. Það alveg satt, sko, það alveg satt, en ég byrja í guðfræði vor í háskólanum, þannig að tala kannski með svona kristið sjónarhorn sko. Mér finnst það við bara... Eins og vinniðin í Bandaríkjunum. Já, það valla kristnir, það. Bara einhverju villu trúmenn. Vilja segja það? Þeir vilja meina það? Já, ég meina, nasistar sögðu líka bara sósíalistar, þannig að þýðir ekkert hvað það segir, sko. En Ísland áhengst bara alltaf að tala fyrir frið. En ég er líka saman að Þórhildi. En við getum líka gert það á sama tíma. Ég meina, við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona. Og við tölum alltaf frið og mannréttindi og jöfnuð og... Höfum við gert það alltaf? Nei, núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því, rétt sem Evrópusinnarnir segja, ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn, þá er eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar. Heldur þú, Gunnar, að við göngum með Evrópusambandi, að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu þeirra og svona utanríkisstefnu? Já, við getum haft áhrif, við getum byggt upp bandarlag með Svíum og Spánverjum og Írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynt að hafa áhrif á þróun Evrópusambandsins sem að mun þá hafa áhrif á heiminn meðan að við kannski ein í klettinu út í hafinu höfum kannski engin áhrif. Er þetta ekki svolít afstæða? Óraunhæft sko, að við, Evrópusambandi hefur náttúrulega bara vígvæðst, það er bara allir sammála það. Erum við ekki öll sammála það er bara augljóst. Það er líka allur heimurinn líka að gera það. Já, það þýðir ekki þessi gott. Nei, ég er ekki að segja þessi gott, bara alls ekki. Við eigum bara að standa út af fyrir þetta, sko. Mér finnst það, ef ég fæ aðeins að koma inn það, mér finnst það að vera rosalega utopísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnarmál og hernaðarmál og halda við verðum hérna bara örugg. Ég meina, þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hlutlaust ríki, það endist ekki lengi. Leið að við sjáum einhverja ógn, þá þurfum við að velja hlið. Það er bara þannig. Nema við verðum eins og Sviss og byggjum upp ótrúlega sterkan. En af hverju segir það? Af hverju þurfum við að taka afstöðu til allra mála? Við erum bara í þannig stöðu bara staðsett þannig í heiminu. Ég meina, við erum hérna í miðjun á Atlantshafinu. Við erum á rosalega mikilvægum stað upp á bara herna að gera. Við vorum alltaf að tala áðan varnarmál eða svona samband okkar við Bandaríkin. Eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég vilja allan að halda ég veit eitt Bandaríkjunum. Þau hugsa alltaf sína eigin hagsmuni. Og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip. Ég meina, ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkin til þess að vinna með, þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur nema við bara gjörbreytumst. En ef við förum að skoða bara varnir, þá erum við bara komin í þannig heim að þjóðavarnir er ekkert bara það að vera með her og þotur og skriðdreka. Það er bara ekki þannig. Við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþáttaógnum. Eins og við sjáum að Bandaríkin er búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einhverjum, viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum. Ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það er til dæmis Við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur en Evrópusambandið. Já, en við sjáum það til dæmis Takk fyrir þetta fórn á því að þið taka upp hærri tolla til Bandaríkjana. Leifum að klára. Við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland er búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum er út af því að Grænland er náttúrulega partur af Danmörku og Danmörku er innan Evrópusambandsins. Ef að svona varnir við fjölþáttaógnum er ekki til staðar, þá getur bara sterkasta aðilinn komið inn, lamið alla og tekið það sem hann vill. Skilur við. Og þótt að evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, er það ekki nýlega aukin kostnað í varnarmáli í Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restina af heiminum, herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn er að fara að ráðast á okkur út af sögun okkar. Ég held að sé þannig að við segjum sér svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getur varið okkur. Nei, en Evrópa er góð. Og þar leðandi erum við dæmt til og það verður 1918 var hugmyndin svo að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki.
Og það afstafa sem að ég held að njóti yfirburða fylgis með almennings, þó svo á sama tíma myndu mikill meirihluti segja að vilja vera í NATO. Þetta væri draumur ef við gætum bara verið hlutlaus, en við erum bara þannig staðsett í heiminum. Við höfum ekki valkostum annað, hlutleysisstefnan byggir á því, að við höfum ekki valkostum annað, af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið, þar alveg þetta getur ekki, áttu ekki að blanda þér í hernað. Nei, við höfum ekki valkostum annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimsstyrjöldinni og í kalda stríðinu við þurftum að velja á milli. Við vorum valin. Við vorum valin. Við vorum valin, en við vorum valin að rétta aðalum og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á, lönd að koma hingað inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá er Rússland að fara að koma inn út af staðsetningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvægan stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjumst vera hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leyft öðrum að koma inn. Við höfum gert það í NATO. Við höfum gert það í NATO. Hver er það sem viljum standa með? Evrópa, já. Viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin? Heldur þú að Rússland sem á bara mjög erfitt með að sigra stríð í Úkraínu sé bara allt einu frá að mæta með kábát hingað? Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Ég meina þau eru að mæta með kábáta og Evrópa og NATO er að fylgjast með því og passa að þau fari ekki úr land. Og þótt að evrópsk ríki sé að auka kostnað sinn í hernað, þau get ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi. Og þessar 800 milljarðar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeóinu, þetta er ekki eins og Evrópusambandið sem er að gera þetta. Þau eru að gefa undan, þetta er aðildarríki sambandsins, þau eru að gefa undan þáu í efnahagslegum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar. Já, og hann aðildarríki Evrópusambandsins er að eyða pening. Já, er að eyða pening í þetta. En hvað eigum við að gera? Eigum við að bíða þangað til að það er of seint til þess að gera þetta? Eða eigum við að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera? Ganga Evrópusambandið að byrja að peningi varnarmál? Við erum ekki að fara að eyða pening. Við fáum að velja það. Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eyða meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt hernaður. Við erum búin að samþykkja 1,5% sem að fer í byggingu varnar innviða. Akkurat. Og það verður við erum nú þegar að gera það. NATO mun stjórna því hvort það verði byggð þessi höfn eða hinn höfnin eða flugstöðun og fleira. Svo er náttúrulega það er ekki 3,5% eftir því að kasta því inn í raunverulega hernaðaruppbyggingu. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld muni leggja það til, en það er svona von ekki. Við erum á leiðinni þangað svolítið. Ef við finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað. Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara að neyða okkur til þess að stofna her. Og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmiði að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðarbandalagi eins og illu virðist vera, Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum her út því að það bara er ekki raunhæft. Höfuð á naglinu á höfuði, því að Evrópusambandið er ekki hernaðarbandlag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir. Nei, en það er samt betra að vera partur af heild heldur en að standa hérna einn úti í Atlantshafi. Heild sem er ekki neitt. Við erum tollabandalag. Þegar það kemur að vörnum þá er þetta ekki bara skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir. Já, ég er sammála, við þurfum að tryggja öryggi Íslands. Eins og til dæmis matvæli og fæðuöryggi. Hvað gerist maður göngum með Evrópusambandið? Það er þessi hluti af varnarstefnu stjórnvalda núna. Já, innlend framleiðsla bókað minnkar göngum með 1,5%, það fer líka í fæðuöryggi. En ef við ætlum að tala um fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta er akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað sem það eru tækifæri til stað. Sérstæða okkar er bara svo að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Við sáum það til dæmis í Finnlandi og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu á restina af Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til þess að geta haldið uppi landbúnað í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýliðin hjá bóndum er hræðileg. Meðalaldur bónda núna í dag er 66 ára. Það er rosalega erfitt fyrir
ungan mann eins og kannski mig sjálfan það er rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og mig sjálfan að koma inn í þennan iðnað og gera eitthvað út í því að kostnaðin er gríðarlega hár það er náttúrulega erfðafjárskattur sem ég vil ekki koma inn í vextir eru rosalega háir, það er erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi verndartoll dett og gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppni inn á markaðinn en það er alltaf mál þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar kemur þessu og þetta er akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræður svo við getum séð hvaða valkostir eru til staðar. Segðu mér á einn, hverju vita hvað er bestir bændur? Það eru örugglega bændur, já. Þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu. Bændasamtökin og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu? En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag? Nei, en Evrópusambandi er bara að gera það verra, sko. Já, Evrópusambandi er ekki að fara að hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er ljóst að þegar samkeppnin eykst og samkeppnin er frábær, en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda, sko. Og það mun ekki gerast þegar við fyrir að flytja inn allt lambakjöti, sko. Það er ódýrar að framleiða lambakjöt á meginlandinu. En við erum með betra lambakjöt. Við erum með hágæða. Ég held að það seljist bara samkeppnin mun. Það er þannig að matur sem selst mest eru verksmiðjur framleiddir í kjúklingar og svín sem eru til gott svín í Evrópu, sko. Það er ekki að vinna markaðina því að það er gott. En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samningaviðræður? Og ég meina fjórðungur af fjáráætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur. Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi er sá að fyrir norðan 62. breiddargráðu og við erum öll þar að þá fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona Við myndum alltaf vera netto Við erum netto, já, þetta er úr einu vasa í annan, sko. En það er sagt að í Finnlandi og Svíþjóð og Íslandi þá líklega í framtíðinni að þá meiga viðkomandi stjórnvöld styrkja enn frekar. Og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum halda okkur við. Þannig að þetta myndi, ef þú ert að tala um þetta að fara í peningur sem við bara ring, að það væri við eiginlega tvöfalda framlagið inn í landbúnaðinn. Við ætlum að fara að tala um kostnaðinn. Þetta er ekki svona einfalt bókhaldsverkefni sem við getum bara reiknað í gegn. Ef við ætlum að skoða kostnaðinn samt, segjum við breytum þessi í bókhaldsdæmi. Við værum nettogreiðendur, einhvers staðar á milli 8 til 15 milljarða ári. En ef við skoðum til dæmis kostnaði við það að halda upp í krónunni, bara á seinasta ári, 2025, viðskiptakostnaði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða. Síðan getum við náttúrulega að fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp á 1000 milljarða. Ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest annir ríki eru með, ef við getum losa okkur undan þessari þyngd, þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða. Síðan alls konar annar kostnaður sem að kemur að eins og það geta fengið betri kjör. Íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga meir en 100 milljarða á ári. Líka ríkissjóður. Líka ríkissjóður. En mér finnst alltaf bara heimililandsins skipta mestu máli. Auðvitað er ríkissjóður líka standa undir þessum vaxtabyrðum. Við erum að spara íslenskum heimilum gríðarlega. Við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð. Við erum að auka erlenda fjárfestingu í landinu. Við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðil, við þurfum að borga inn í Evrópusambandið, en það er svo margt sem við fáum á móti. Tónum sem ekki yfir áðan kosti krónunar. Gerðan við byrjun þáttar, fórum við hversu gríðarlega mikilvæg þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur, sko. Og hvað borgum við fyrir þessa sjálfstæður peningastefnu? Íll að segja að þú borgar fyrir lægri vexti og borgar atvinnuleysi. Það er bara vondu díl. Ég er ekki sammála því. Við borgum gríðarlegar upphæðir. Ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefnu. Það er ekki, íslensku bankarnir er að græða á þessari stefnu. Ég meina við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti á húsnæðislánum. Síðan er það ef það ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipaða vexti eða jafnvel hærri vexti út í að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðil sem að engin annar hefur neitt vita að taka upp, hefur engan áhuga að fjárfesta í. Ég elska krónuna, sko. Ég elska líka krónuna. Ég vil hafa þetta bara sem einhverja minnisvarðið heima. Þetta móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar? Ég er bara brjálaður. Nei. Herðu, en má ég tala um aðeins annað? Það er ekki að kannanir. Hvernig er staðan hjá ungu fólki?
Næst líklegast. Það fyrir eftir hvert maður spyr, sko. En í svona könnunum ekki mælt svona undir 29 ára? Sýnist ég á yfir að hafa yfirhundina í bíli. Nýjasta maskinu könnun síðan 56,7% já, í yngsta. Við erum næst líklegast til þess að segja já. Og eftir elsta aldurshópinn. Það lítur að vera einhver mistöku þeirri könnun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið trú að þið þekki kannski ekki... Það er svo margir gamlir sem ætla að kjósa fyrir börnin sín, sko. Það sé já fyrir börnin sín. Kjósa já fyrir framtíðina. Já fyrir framtíðin, já. Já til sjá. Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að barnunum atkvæðið mitt, sko. Geðu mér það. Mér langar samt að spyrja ykkur, hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður? Þetta er náttúrulega bara athygli og bara fókusin á íslensk stjórnvöld muni bara vera töppalögð af þessu. En ég meina, ef við segjum nei, þá erum við alltaf að vera að pæla í þessu og svona. Nei, ég er ekkert að fara að pæla í þessu, sko. Nei, en ég meina, íslenski stjórnmálamenn og, þú veist, almenningur er alltaf að fara að vera að pæla í þessu. Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala þetta og höldum bara áfram. Þetta mál kom ekki upp á milli 2013-2024, sko. Nei, þetta er að koma upp aftur eftir 5-10 ár. Þegar þú segir þetta, er það ekki þannig að segjum að komi nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá er þetta mál ekkert á dagskrá næstu 10 árin? Já, þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið búið það að við erum með alls, sko. Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala um það, ég myndi kjósa já og ég myndi, svo getum talað um þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu, þá er þetta þannig Af hverju heldur Illugi alltaf að segja nei? Ef að þú ert... Ég er bara ekki vitlisingur sem veit ekkert, sko. Hann er neikvæður. Ég er ekki forvitin, ég er ekki félagi forvitina. Hann hefur ekki trú á Evrópusambandinu, en hann er það samt að segja nei. Af hverju heldur það að segja? Þegar ég furða mig á þessu. Ég held að þetta væri svo auðveld. Ég meina, ég er heldur ekki, ég er ekki einhver gjallharður Evrópu, þú veist, sambandssinni. Ég er ekki diehard ESB, sko. Ég er að fara að segja já núna og ég er alveg líkleg næsta, bara líka, þú veist, hversu mikið ég er búin að vera að lesa um þetta. Ég meina, ég er búin að vera að læra um alþjóðastjórnmál núna í 5 ár. Þannig að, þú veist, og því meira sem ég les um ESB, því betri dýll held ég þetta verði. Ég er akkurat öfug, sko. Því meira sem ég les, því meiri áhuga missi ég og þess vegna mun ég segja nei. Algjörlega er ekki lítið úr ykkur valkostum, sko. Það er ekkert allt því að segja nei. Það er ekkert allt því að segja já. Nei, bara guð mig góð, nei. Nei, ég var ekki að segja það. Jó, það segja að þú hatar Evrópusambandið öll yfir lífs og sálarkröftum líka bara, ég er svo mikill lýðræðissinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðanir og ég er að fara að kjósa einhvern flokk sem ég er ósammála ég segi þeim að taka frí í vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa þetta er það mikilvægasta sem við erum með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist, við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við, þú veist, okkar atkvæðið þýðir svo ótrúlega mikið ekki innan Evrópusambandsins en nú erum við núna getum við ekki sagt nei ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjöra ringluræð út af er það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú vilt ekki fara í samningaviðræður út af því að þetta mun taka upp svo miklu orku þetta mun taka 2-3 ár að fara í gegnum þetta að fá samning en þessi orka er það ekki markmið stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör almennings og ef við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna þessi orka þá ekki en við trúum ekki ég trúi ekki ég trúi því nefnilega ekki að Evrópusambandið sé það sem við þurfum ég held í alvörunni að Evrópusambandið sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldið. En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin, þetta er akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sérlausnir eða undanþágur þegar kemur að þessum málum. Af hverju ekki skoða það? Má ég spyrja ykkur að einu, að því að hér ég er að hlusta á okkur, að ég held að maður geti haldið ræðu stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það. Við getum talað um krónuna, hverju ágallar krónunar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við einmitt að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka þetta upp. Þannig að ég er að velta verið með hvað veldur afstöðinni. Af því að við getum eiginlega verið sammála um greininguna á vanda íslensks samfélags. Þú segir að við höfum gangið Evrópusambandið og hann segir ekki. Hvað er það sem sker á milli ykkur? Þú ert þú ekki hægri manneskja?
Ég í miðflokknum. Já, og þú ert hægri maður og þeir skoðið sama málið, en komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Þetta svona hugmyndir bara hvort að maður er að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær meiri árangri í samvinnu við aðra? Hvað það sem að veldur því að fólk dettur öðru hverju megin? Fyrir mér ég er Viðreisn og ég er skráður í Viðreisn eins og Illugi segir. Ég er mjög frjálslyndur að því leita að ég vil fá opinn frjálsan markað og það sem heillar mig mest við Evrópusambandið. Við erum með hann. Við erum með frábæran það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þessa áhættu sem fylgir krónunni. Við erum með erlenda aðilar sem eru að koma hingað. Við erum með erlenda aðilar en þeir gætu verið ennþá fleiri ef við tökum upp gjaldmiðil sem make sense. Já, við þurfum ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp evru. Nú, hvaða gjaldmiðil vilt taka upp? Nei, ég er að segja ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko. Nei, ég vil samt bara halda krónunni minni. En núna erum við samt alveg 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%? Við erum ekki 80% í þessu, það er ekki rétt, sko. Þetta er ekki sömtala. Kom frá Gunnar Smára, tegum ekki ábyrgð á sig. En þú veist, segjum að við getum... Hversu langt viljum við fara án þess að vera í ESB? Hvað er svona... Mér finnst EES vera frábært. Og svo pluss evra. Nei, bara íslensku krónu. Óðinn og Þórhildur, þið munu ekki snúinni hérna í þetta. Nei. Snúinni. Ég er ekki að reyna það heldur. Ég er með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum talað að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið. Þetta er bara rangt. Skoðum þau ríki sem eru með evruna utan Evrópusambandsins. Þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýska markið eða einhver slíka frankan sem að þurftu síðan nýjan gjaldmiðil. Þannig þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðil. Þannig að möguleikin er til staðar. Nei, hann er ekki til staðar og því að við erum ekki lengur í 1990 og eitthvað. Ef við skoðum líka bara en þegar nota þennan punkt að tala síðan Noregi 1990 að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugerðum ESB væru Evrópsk ríki til í það að leyfa okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp restina af reglugerðum. Væru þið líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist það er hægt að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll með sikkur niðurstöðu er að það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikkur niðurstöðu. Það er af hverju við erum líka einmitt. Þess vegna erum við hér og þess vegna gerðum við þessi samtök. Þú varst að spyrja af hverju fólk með mismunandi aðstöðu. Það er líktilega þetta. Þau tala varanlegar undanþágur og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leyfa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leyfa okkur að gera þetta en ekki þetta. Þetta er ástæðan fyrir því. En við vitum það ekki nema við kíkjum pakkan. Akkurat. Já, til að sjá. Ég er svo forvitin. Ég er mikið svona mikið eldri en ég hljóti alveg geta að fara að googla. Já, ég hef alveg farið yfir að hví og Er ég eitthvað eldri en þú? Já, þetta er ekki 04. Jú. Það er 07. Já, ok. Krakki. Aðeins eldri. Herðu, nú eru fólk að horfa á okkur og allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðum eru svona frekar í eldri kattinum. Það er bara vegna þess að það er svo slæm efnaðstaða ungs fólks. Það er ekki fyrir fólk að koma 60 að það hefur eiginlega ráðstöfunarfé til þess að henda hér inn í áskrift. Það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur. Haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti. Nei, ekkert ofálík. Þau tala frá öðru sjónarhorni. Þau tala þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala lífið okkar eins og það er núna. Og þau hafa kannski verið að borga af húsnæðisláni í 50 ár og er ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem það eru að borga mánaðarlega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, 30% beintir af lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski líka margir sem eru í eldri kantinum hafa séð þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu Þannig það er ekki kynsluða bil í umræðinni.
Ég myndi... Þið ómið bara sömu sjónarmiðin og Ólafur Ragnar og félag. Mér finnst mjög leiðilegt að setja þetta upp sem eitthvað kynslóðamál og til þetta þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur. Þetta kynslóðamál samt. Þetta er eitthvað sem þau eru búin að ganga í gegnum, við erum ekki búin að ganga í gegnum það. Og þannig að við erum með aðeins öðruvísi. Sko ég mun hugsa allavega barnið mitt þegar ég fer inn í kjörklefann. Hvernig fara kosningarnar? Hvað segirðu? Hvernig fara kosningarnar? Úff, þetta verður mjög 50,1, 49,9. Já. Hvernig er þetta vinn úr þeirri niðurstöðu? Ég meina, Kristún sagði vildi 70-30 og svo munur þessu 0,1. Ég meina Brexit var tæft. Mjög spennt að sjá. Það er góð áhrif í Bretlandi, til dæmis það hvað var tæft. Hræðileg. Það er bara eiginlega bresk stjórnmál hefur búin að vera ónýtt síðan. Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort já eða nei til þess að líða betur með þessa ákvörðun. Þið fáið það ekki. Þið fáið bara þetta er tæpara en mér langar að þetta sé. Ég nenni ekki að taka svona stóra ákvörðun. Hefði kannski verið best að sleppa þessu? Alls ekki. Ég er fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk fá að kjósa um þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnvöld hlusti á okkur. Þótt að segja já eða nei. Ég bara, mér langar að ég vil sjá afgerandi bara til þess að akkurat út af því að þetta hefur svo mikil áhrif á meirihluti ræður ekki. Jú, ég bara vil sjá, ekki það að þau að missi eitthvað marks á niðurstöðunni, heldur bara að þetta er það sem ég þrái að sjá. Ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkvort já eða neið og ef það er já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta, skilurðu. Ef ekki, þá bara hættu að tala um þetta, sópum þess að borðinu, höldum áfram lífið. Við ætlum að hætta að tala um þetta og sópa þetta á borðinu. Ég ætla að slá botnin í þetta núna og þakka ekki kærlega fyrir að koma og eiga líflegt samtal umsóknum Evrópusambandið. Salma, Óðinn, Þórildur og Illugi, kærar þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að skjóta í smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn. Já, sælaný, það er komið að loka hnykki þessa þáttar. Það er spjall okkar bræðra, Gunnar Smári
Já, við höfum annarlega talað pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það er eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölustöðum. Já, fyrir okkur sem stöndum við það er bara ómúlegt að skilja þá deilu. Já, þegar maður búin að sjá hvernig tölum raðað upp, það er bara alveg eins og bókstöðum áður. Já. Þannig að ég get ekki séð Nei, ég hef oft talað það hérna að umræðin hafi snúist út í þetta. Hvort þessi gefið einhvernir í tölustöðum og bókstöðum eða litum eða hvað sem fólk getur heldur í hug. Það er alveg rosalega skrítin leið í umræðinni. Hald að það breytir nokkur sköpuð hlut. Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann Kennarasambandsins og það er svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, bara skortur á námsgögnum, til dæmi, og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er hvort að út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað. Þetta er mjög skrítið, þetta er náttúrulega blandaðist inn í þessa umræðu sem að moggin hefur verið svolítið duglegur að halda á lofti og mér finnst Ríkisútvarpið svolítið hafa elt, hafa verið með svona þáttaraðir svona gagnrýni á menntakerfið. En það er margt að, Já, margt sem það er að gera það. Það er bara eins og Magnús sagði einu bekk eru tölu 13 tungumál. Já. Og þetta sem er námsgögnin, ég man ekki hvernig, ég held að við séum 1/7 af því sem að finna eyða í námsgögn. Ef það reiknað með svona, tekið tilliti til stærðar menntakerfisins. Þannig að við erum, og ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og lesskilning hjá yngstu krakkonum því að það er ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki studdur ef þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið 9 ára að þá er eiginlega ekki þetta að laga það Þannig að það mun elta þig alla skólagönguna. Já, svo eins og segja, svo líka fólk svo kemur til dæmis frá arabískum löndum sem er annað önnur skrift, annars áróf, allt öðruvísi, allt viðmúnd í skólanum er öðruvísi. Og þetta er alveg þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt. Úkraína er með annað þarof. Úkraína er með annars já, það eru miklu meiri stærri fjöldi. Mikið rétt. Og þetta er eitthvað sem að er bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna, en þá snúum við okkur á þessu, En hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan mun fara? Nei, ekki ég frekar næri. Þetta er alveg hnífjamt. Já, í þessu könnunum hingað til. Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega. Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla, en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar eða neyjarar hafa yfirundina? Í gríninu? Í deilunni? Já, í deilunni, Bæði og bara það misjant. Glímunni, sagði ég. Ég sagði glímunni. Já, glímunni, mér finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, Mér finnst til dæmis Össur skemmtilegur, gaman að lesa hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með sem er svona, getur nálgast þetta með smá svona glettni. Þá þess að vera með ykkur hrakirðir, Nei, ég veit ekki hvað mér finnst moggin alveg gjörsamlega yfirkeyra, Ég er áskrifandi, svona rafaáskrift af morgunum og ég les ekki heila opnu eða eina síðu opnu á dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það. Það er bara þeir sem eru honum sammála, Andrés er alltaf góður á hans að lesa það kannski. Þetta er of mikið. Ég man eftir því þegar við vorum á Fréttablaðinu og vorum að berjast þegar voru fjölmiðlalögin. Ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við megum ekki bara, við megum ekki yfirkeyra okkur, aldrei og mikið. En þarna virðist engin mörk vera, ekki nokkur.
og það gerir þeirra málstað ekki gagn, held ég. En hefur moggin einhver svona áhrif í samfélaginu? Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið. Já. Ekkert áhrif, það er ekkert, breytir ekki neinu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða. Gauti Bjækjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni. Já, mjög stambestur. Hann sagði að það hefði liðið vika, þá getur hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hrakyrðan. Já. Þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orð á því og ég hef svo lent í þessu líka. Já. Að maður fréttir bara 50 seinna að það voru staksteinar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni. Já. En enginn af þeim sem maður hitti í lífinu hafði lesið það sko. Nei. En það er svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum. Já, heldur betur. Sem allir hefðu vitað. Ég sagði stjórnmálamaður sem að ég ætla ekki að nafngreina, vorum við sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir staksteinum. Sér reyndi svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæmst. Þetta er dagblað, menn þetta er frádaginn eftir, einhver staksteinar, sko. Já, nei, þá var þetta, þetta var þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir staksteinum. Þetta er náttúrulega langt síðan. En ég held að enginn hugsi þannig í dag. En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekinn fyrir staksteinum sem er að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins, að þá er svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki. Það er munur á svona pólitískri stöðu Jóhannu Sigurðardóttur eða Kristrúnu Frostadóttur. Þú séð ekki margar staksteina Kristrúnu Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara upp á hvern dag, sko. Þetta bara ekki út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við vilja hella yfir hana. Já, áttu verið velvakant það náttúrulega líka. Já, og svo sjáum við núna til dæmis að Sólveig Anna var þar fastagestur, en hún hefur ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að moggin er sammála. Nei. Þannig að Kristrún er nú ekkert að því. Nei, en það er samt... ég veit, þetta er annað tíðarandi. Já, bara hún er ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skyldu sín að senda fallbyssukúlur á hana. Já. Ég held að það sé málið. Það er náttúrulega ekki blóðu barátta bak við tjöldin milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks forystun í íslensku stjórnmálum. Já, en staksteinar hegða sér öðruvísi gagnvart Samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en Samfylkingu Jóhannu Sigurðardóttur. Kannski meta að Samfylking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en Samfylking Jóhannu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svoleiðis. Já, ekki talið. Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hver sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko. Nei. Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í, að ég myndi ekki andmæla því, ég myndi segja að það er alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavél. Já, ég held að þarna hafi staksteina verið þá aðalega til að... Dagur B. til dæmis, hann er búin að vera í þessar hakkavél í áratugi eða? Já. Og ég held að hafi haft bara töluverð áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að... Hann Dagur þurfti að glíma við hans í mikið, sem borgarstjóri þá var svona unnið skipulega gegn honum persónulega. Já. Það er það sem er að lendi í staksteinum, það er að vera að segja þú sitt algjör bjáni. Þetta var mikið meira, þetta var fyrir utan allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega lögðu, ég veit ekki mikið að segja hatur, en fyrirlítan allavega. Já, og smitaðist inn til Kristrúnar sem að talaði ekki að Dagur myndi ekki. Hún hefur metið það þannig að fá eitthvað sem er í hakkavélinni, að það sé ekki gott fyrir Samfylkinguna. Þannig hún verði að halda en svo er hann bara öflugast í þingmaðri. Já, en þetta kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lendi í þessari hakkavél. Af því að þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hittlista á innsta kjarna Valhallar og þú getur fengið á þau auglýsingar. Ólafur Ragnar var í þessum í staksteinum, í hakkavélinni. Þar voru menn sem að keyptu auglýsingar
þegar hann var fyrst í forsetakosningunum. Já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við honum. Það verið stórhættulegu maður. Já, þú sér ekki í Stagsina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari. Ekki möguleiki. Ekki möguleiki. En það las ég eitthvað staðar núna í þessum skrefum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar. Þannig að hann komin inn í bara dún inn, sko. Já. Hann í þessu Áfram Ísland að þá hann upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna. Já. Hann leiðtogi hægri manna í ES-málum. Já. Það það. Svo þú nefndir Össur, hann verið skemmtilegur. Ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi Neyjara, sem var Ólafur Ragnar. En það væri eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi Jáara. Því að þeir eru nú miklir vinir. Ólafur Ragnar og Össur, að þá sagði Össur í einni greininni vinur sá til sem hann segir, hann svona, því hann var búinn að setja svolítið út á sín gamla vin, og taldi þið þurfa að segja þetta í lokin. Já, einmitt svona til að segja, ég ennþá vinur þín. Beðið þafsökunar fyrirfram. Já. Þetta kannski spennandi að horfa á þessar kosningar hvert umurlegt vægi Morgunblaðsins, hvort þetta skili. Já, en það við erum að tala núna, eru eiginlega stjórnmálamenn okkar tíma, við erum að tala svona 20, 30, 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta svolítið svona sérstaklega Ólafs Ragnars hreyfingin að það myndirna sem birtast þá voru sitjaðir alveg í rönnum hana ellismellinir, en þú varst að tala ungt fólk á og það svolítið öðruvísi þau voru á því að það væri ekki, ég spurði þau hvort það væri það fólk sem væri að horfa og hlusta á okkur hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða meðal unga fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei, unga fólkið svo það væri í svona meginatriðum það sama þetta get ég alveg þá voru eiginlega sömu rökin lagði á borðið eins og í umræðum kynslóðar Ólafs Ragnars. Já, ég hlustaði á geta hluta þessu þjóðar áðan, það Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á þetta sem svona kynslóðamál, svona sumuleyti. En að sumuleyti þá svo... það var nú eitthvað hún hægri sinnaða stelpan eða já-stelpan, ég var ekki nefna á henni. Hún var reyndar hægri sinnaðri nei-stelpan. Já, mér fannst það svo. Hún í miðflokknum. En ég held að Þórhildur sé ekki í einu flokki. Þórhildur, hún var að taka dæmi af til þess að með Brexit, að unga fólkið, það sem fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið, en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir, og svipa núna að þetta er þeirra framtíð. Þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir, ef maður vill svona vera svolítið miskunnarlaus. Og þar reyndar, ég held að sé bara 30% Breta sem eru ánægðir með Brexit í dag. Já, ég sagði fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei talað um þetta. Eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur. Og þeir spyrja hvað starfið og ég sagði þeirra blaðamaður og þá bara Brexit alveg og þá sagði, sá sem talaði meira, hann sagði að svona minn í háskóla og ég var margt talaði hann, þið verðið að kjósa, það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa. Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sín og tengdaforeldrar, þeir ætluðu kjósa Brexit bara út og að við viljum fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfulinn viljið kólanámundar, hvað viljið þið, hvað er þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kosningarnar, þá ringir hann í son sinni, hvernig gekk þetta? Heyrðu, þá var bara eitthvað bara partí, einhver hátíð og þau bara sváuð af sér maður, unga fólkið.
En gömlu sem vildi fá sko þetta gamla aftur, það hafði kosið. Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváðu af sér kosninguna formann Sjálfstæðisflokksins. Já, allir það ekki? Jú, það var þannig. Var það þannig? Þau komu á seint. Já, annars er alltaf Arna Sigrar. Já, mögulega. Það er munið eins og fáum alltaf. Já, það er munið Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá. Já, þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dyr á föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort það verði sótt eða ekki. Það gæti munað svo litlu, já. Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna. En ég hef einhvern veginn tilfinninguna að verði eitthvað sveifla í umræðinni, svona á síðustu vikum. Já. Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á Sigmund Davíð í Silfrinu, að þá hugsaði ég, það er bara líkur á því að svona menn eins og hann eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið. Ég skrifaði smá pistil þetta. Þeir sem eru á ystu mörkunum, að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig. Þetta er ekki að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það eru 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun, þannig við þurfum bara að keyra áfram strákar. Ég held að það geti orðið svona fokkið tilbaka. Ég segi sko fórustummaður sem fæli frá sér fylgi. Hann er að því með þessu. Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum kannski 3 vikum fyrir kosningar heldur en það fengið. Því það er eitthvað við... En hvað er Snorri? Hann er á móti EES, sko. Þannig hann hefur kannski verið látin geimdur einhvers þar. Akkur? Ég veit ekki. Hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur. Já, en hann er nú eitthvað að dreifa eitthvað. Hann poppar stundum upp í samfélagsmiðlum með mér. Ég hlust ekki á það allt saman. Þarna voru náttúrulega formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín er að tala og Sigmundur talar ofan í hana og forsætisráðherra að segja leyfðu konuna að tala. Bara, svona athugasemd, þetta er eitthvað sem fólk mann eftir, sko. Leyfðu konuna að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógu góður, hann átti bara að stoppa hann. Hvað gerur þau við svona mann sem bara grípur fram í? Þú getur sagt honum að þegja, en hann þegir ekkert, sko. Nei, ég að ég nú að vera skipt svona mann með Sprengisandi, sem var nú uppalaðið minn þáttur, sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel? Og það er bara, þú verður að gera það, þú verður að leyfa fólki, það er ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gjammandi kall alltaf hliðin á sér, sko. Það er bara, konundar máttu ekki segja halva setningu, þá var hann byrjaður. Já. En það er sem ekki stílist í það. Ég er að taka þetta sem dæmi, að þá eftir að koma fram, að því nú eru 2 vikur eftir, og þá fer svona meiri afl í þetta, líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kosningar, til dæmis er ekki bara best að kjósa Framsókn, þá hafðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta. Þannig að það á eftir að koma í ljós, það er líka eftir að koma í ljós svona hvort það sé kastað inn, kannski er það þetta að kosti 50 milljarða að ganga í ESB, með síðan það vera að dreifa því svona víða, þannig að það getur verið eitthvað slík auglýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum, ég man ekki hver upphæðan var, 100 milljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út, sem hafði mikil áhrif. Þannig að það er með þetta eftir að svona koma í ljós, sko, hvað svona sveifla verður. En maður myndi ætla að sveiflan verður meðal þeirra sem eru óákveðnir. Og það er öðruvísi umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að maður á eftir að sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski. Því að ég heyri eiginlega bara neggið, sko. En svo er náttúrulega sumir bara, sumir sem eru afgerandi í afstöðu með já eða nei. Sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðuefni. Já, bara mjög, sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar. Og aðrar eru ekki. Nei, það er ekki, góðu greinarnar dreifast ekkert endilega meira heldur en inn á vondu, sko. Þannig er nú. Já, og líka í sikkurn hópin, sko, eitthvað þannig, sko. Við höfum haft það hérna, við tökum svona einn í einu í miðri viku. Við höfum svona debatt hérna í Sonum Egils og Vikuskamti, en við Rauðaborðu höfum við bara talað við einn í einu.
Þannig að fólk fái svona bara góðan tíma til þess að rökstyðja sína afstöðu. Ég hef svona haft á tilfylgjum. Og hverjir eru þeir? Ég talaði við Gauta Bjeggesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun. Já, ég sé þú allir ekki að fara að taka fórustu með flokkana. Nei, þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega. En svo líka aðri fjölmiðlar eru, það var til dæmis mjög langt viðtal við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstakt. Já, sem að var Ísland í dag. Já. Það verður eitthvað slagar upp í viðtölun okkar, það er næstu í klukkutími. Mér finnst það svona skringileg spenna á milli Spyrilsins og hennar. Þannig að það var eitthvað, veit ekki hvort það var gott. Nei, ég hef búin að sjá hluta því, ekki allt. Ég er hættur að bjóða Sigmundi Davíð, hann bara svaraði mér aldrei. Nei. Ekki gert það í mörg ár. Ég hef búin að pröfa líka. Hann er eiginlega eini stjórnmálamæðin sem ekki kom inga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kannski eftir að fá hana hérna. Katrín Jakobsdóttir, hún ekki kom inga? Nei, hún aldrei komið. Hvað er þessu? Við ætlum kannski að bjóða henni. Það er líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta er fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur þá ert ekki, þú ert ekki háður, sko. Þú ert ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ætlum kannski að pröfa það að taka. Já, Stingur mig Jóði búin að tjá sig? Já, kom það engum óvart hvað hann sagði. Ég var með Ögmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður og það ég gerir það sko. Svo tala ég við Gauta, þá spyr ég eins og neymaður. Þorsteinn Pálsson hefur ágættur í sömurræðu? Já. Jón Baldvin? Jón Baldvin, ég bauð honum að hann vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu af því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna á fremsta bekk. Já, sem ég þátti svo flott hjá hann sko. Já, en hann segir bara þetta var ekki stuðningur við neyið. Og svo skrifaði hann einhver pistil á Facebook þar sem hann er að segja hann ætla að segja já. Já. Þó hann hefði settið þarna. Það var Sprengisandi í morgun. En við tókum við gætum eiginlega bara endurspila það. Ég tók viðtalið við hann ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað. Það sem hann var með svona, við ættum ekki að sækja ekki að ganga inn í brennandi hús. Og þá er hann að segja að þetta sé ekki, við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna. Síðan er náttúrulega liðin einhver tími, þannig að kannski er hann þeirra skoðunar að þessi góðu tími, en það getur líka verið þannig að þóttu segir sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál er sett á dagskrá, en úr því að komið á dagskrá þá ætla ég að segja já, það er alveg sólítasta. Já. Þannig það er margt í þessu. Unga fólki allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldra fólksins, það var ekki þannig. Nei, en samt eru fyrstu bekkirnir alveg ótrúlega flottir sko. Það ég er yngstur að niður settist. Já. En það er náttúrulega, þau sögðu að unga fólkið að þau myndu vilja taka eldra fólkið sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi. Vandamáli er það að unga fólkið mæti bara ekki. Nei. Og það er á sín samskipti bara með öðrum hætti. En ég er náttúrulega ekki sérlega duglegur að mæta svona. En ég myndi mæla með því ef ykkur sem er áhuga á pólitík að mæta á svona fundi. Það er allt annað eins og þetta er miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum heldur en að setja einn heima í tölvunni. Já, en það er skal segja þér, sko, fyrir utan fundi sem svona pólitískri fundi ég fara á sem blaðamaður, þá var aðeins 2 sem ég mætti á. Og sá fyrri var með Vilmundi Gylfasyni. Sem var alveg stórkostlegur fundur og svo stóran fundi í Háskólabíói sem var öllum flokkum og hann var mjög eftirminnilegur. Þannig að þetta getur verið gaman. Já, það var margir sem fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni. Já, útifundi allavega. Já, í Háskólabíói. Já, ég voru nokkar þar. Og Háskólabíói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kærlega fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálgast efnið okkar
víða og ef þér finnst það áhugavert þá eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 90,1, eða ekki? 89,1. Já. Ég er svo langt sinni farið með þessa ræðu. Já, ég þurfti að hugsa þetta líka. Og það er líka að maður veitir ekkert á hvaða stöð það er, því að í flestu bílum er það þannig, þú heldur bara áfram að fara nafnið á stöðinni, þannig að þú veist eiginlega ekkert hvað þú sett 89,1. Og svo líka spílarinn búið til þess. Já, svo má hlusta útvarpssetningar á spílarann, af því að útvarpssetningar þá ná upp í Sunnanverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstá, en þar fyrir utan má hlusta á útvarpið okkar á spílaranum. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kapalkerfum hérna suður með sjó sem er víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segðu vinum og vandamönnum frá hvar má finna efni okkar, þá finnur fólk það og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur stöðinni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifundur. Það er fólk sem að veit það að það er ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna eitthvað ríkan kall til þess að halda þessu úti eða stóla og auglýsingar. Þannig ef að fólk vil hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum, að þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því. Og það var margir gert. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem stendur á áskrift. Þar getur þú skráði fyrir 2.750 krónum sem er grunnáskriftin og mér er að það sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til og mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsfjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélag sem áur ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bili, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8, þá er rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni, en njótið þess sem eftir er að helginni og takk fyrir okkur í bili.